Settur fundur í borgarstjórn Reykjavíkur með Reykjavíkurráði ungmenna þriðjudaginn 27. mars 2019. Það ánægjulegt að hafa hérna með okkur nýjan hóp fólks sem ætlar að taka þátt í þessari lýðræðislegu málstofu hér í dag. Það verður spennandi að taka þátt í þessum umræðum og ég hlakka til og ég held að við hlökkum öll til að hlusta á ykkar framsögu. Fyrstur til að taka til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Takk fyrir ágæti forseti, kæra Reykjavíkurráð, ég vil bjóða ykkur sérstaklega velkomin en auðvitað borgarstjórn einnig. Borgarstjórn fundar í þessum sal tvisvar í mánuði, öðru leyti fer starf borgarstjórnar fram í ráðum og ýmsum öðrum stofnunum borgarinnar. En hér má segja að málin komi fyrir á svona tvennan hátt. Oft eftir ítarlega umfjöllun í samfélaginu og borgarkerfinu koma mál hér til endanlegar staðfestingar, en síðan, eins og við erum að gera í dag, koma mál hér inn sem tillögur sem fara síðan oft til frekari vinnslu áður en þær eru endanlega afgreiddar. Í þessum sal tölum við saman, tökum stundum á, en tökum líka mikilvægar ákvarðanir sem varða borgin okkar og okkur sem í henni búa. Við höfum haldið sameiginlega fundi borgarstjórnar og Reykjavíkurráðs ungmenna síðan 2002, þannig að þetta í 18. sinn sem að þessi vettvangur hittist. Markmiðið að gera ungu fólki sem býr í borginni kleift í gegnum sína fulltrúa að koma með málefni og tillögur inn á vettvang borgarstjórnar, þannig að það fái þar umfjöllun í raun milliliðalaust. Þetta ómetanlegt fyrir okkur sem erum í borgarstjórn, en vonandi líka gott tækifæri fyrir Reykjavíkurráðið og þá sem að hafa áhuga að láta til sín taka að átta sig á bæði kostum þess og göllum að vinna málin á þennan hátt. Ég segi kosti vegna þess að það auðvitað frábært að geta lagt fram eigin tillögur og fengið umræðu þær og hreyft við hlutunum, en hlutir taka líka tíma og það eitt af því sem ég hef heyrt frá fulltrúum í Reykjavíkurráðinu í gegnum tíðina að fólk velti fyrir sig, nú af hverju þarf að rýna þetta og skoða þetta og síðan taka ákvörðun, en þetta hluti af í raun vandaðri ákvarðanatöku og hluti af ykkar tillögugerð sá vandaði undirbúningur sem að baki hennar býr innan Reykjavíkurráðsins og fyrir það vil ég sérstaklega þakka. Þessi vettvangur ekki bara 18 ára og mikilvægur, heldur held ég að við verðum öll átt okkur á því að lýðræðið sem fyrirbæri, sem samstæður ekki sjálfgefið. Og við sjáum það með dæmum víða úr heiminum að það að því sótt, það grafið undan því og það komið á það óorði. Og við þurfum að standa saman lýðræðið og leyfa okkur að þróa og þroska hvernig við notum það og beitum því í samfélaginu. Lýðræðið í mínum huga leið til þess að móta samfélagið saman án ofbeldis í gegnum samskipti og virðingu, samtal, frekar en valdbeitingu, en þó þannig að meiri hluta sjónarmiðin nái fram að ganga, þannig að þessi hægt að taka ákvarðanir. Lýðræðið útheimtir hins vegar eins og það að búa í borg að taka tillit til mjög mismunandi sjónarmiða, til ólíkra aldurshópa og hugmyndin á bak við Reykjavíkurráð ungmenna í upphafi var sú að svona flestir fundir sem ganga út á borgarmál eða pólitík yfirleitt fundir sem eru fyrst og fremst sóttir af eldra fólki. Þannig að það að búa til Reykjavíkurráð ungmenna var vel heppnuð leið að mínum mati til þess að búa til milliliðalaus samskipti við þá sem að koma inn á hið pólitíska svið og verða kjósendur og fulltrúa þeirra. Ég vona að þið sjáu þetta eins og ég sem tækifæri og við höfum sannarlega í gegnum árin fundið að það hefur verið
vel nýtt. Fólk og einstaklingur úr Reykjavíkurráði hafa gert sig gildandi í samfélaginu í kjölfarið og það auðvitað vegna þess að þetta öflugt fólk sem sækist eftir að vera í Reykjavíkurráði en vonandi sú reynsla líka eitthvað veganesti til þess að láta gott af sér leiða í kjölfarið. Þannig með borgarfulltrúa líka, þeir koma alls staðar að með alls konar bakgrunn en eiga það flestir ef ekki allir sameiginlegt að vilja láta gott af sér leiða. Stundum gerir maður það í hópi en við höfum auðvitað ný dæmi eins og af Gretu Thunberg, henni sænsku, sem hefur búið til alþjóðlega bylgju til þess að vekja athygli á loftslagsmálum og manni líður eins og hún hafi gert það nánast bara ein og sjálf. Virðist vera afar einbeitt, jafnvel þrjósk, en allavega gríðarlega árangursrík og ég tek hattinn ofan ef ég væri með hann fyrir því sem hún hefur gert, en líka fyrir því sem við höfum séð ungt fólk á undanförnu gera til að hreyfa við málum í samfélaginu. Ég að tala loftslagsmótmælin hér á föstudögum í hádeginu, ég að tala krakkan úr Hagaskóla sem gengur til stuðnings skólasystur sínum daginn. Ég að tala fjölmörg dæmi það þegar ungt fólk að láta mál sem snerta hjörtu þeirra til sín taka og gera það á áberandi málefnalega uppbyggilegan hátt þannig að eftir tekið og það hefur allavega fylgt mig sem borgarstjóri Reykjavík mjög miklu stolti að fylgjast með ykkur og öðrum að undanförnu í þessu. Borgin brennur fyrir loftslagsmálum, brennur fyrir ýmsu en ég tek eftir því að í tillögunum í ár umhverfismálin mjög áberandi. Heilbrigðismálin líka áberandi og frístundamálin og þetta líka okkar hjartans mál eins og bara það að gefa fólki rödd, hvort sem það á hefðbundinn hátt eða í gegnum táknmál sem ein tillagan fjallar hér. En hefðinni samkvæmt langar mig aðeins til að dvelja við þá málsmeðferð sem að tillögurnar frá því fyrra hafa fengið en þá voru alls bornar upp 7 tillögur sem snera hagsmunamálum ungs fólks í borginni. Fyrst var að tillaga Emblu Nætur Pétursdóttur frá ungmennaráði Laugardals Háaleitis og bústaða geðheilbrigðisþjónustu og sálfræði aðstoð í grunnskólum. Ég hef nefnt það í fyrra en eitt af því sem maður hefur tekið eftir hér á fundunum með Reykjavíkurráði ungmenna hvað bylgjan að opna umræðu líðan og geðheilbrigðismál hefur verið áberandi og mikið fagnaðarefni að mínu mati. Áður en ég fór í borgarstjórn vann ég sem læknir og það hefur ótrúlega mikið gott gerst, ekki síst vegna frumkvæðis ungs fólks þegar kemur að því að opna umræðan geðheilbrigðismál. Það var kallað eftir því að hefja undirbúning þess að bjóða nemendum í grunnskólum upp á gjaldfrjálsa sálfræðiaðstoð í skólanum, eigi síðar en á vorin 2019. Þarna vorum við nokkuð heppin vegna þess að við eigum núna í mjög uppbyggilegu samtali við heilsugæsluna sem hefur viljað efla sálfræðiaðstoð þeim megin frá líka. Heilsugæslan hefur núna víða á að skipa sálfræðingum sem ekki var áður og borgin sinnir skólaþjónustu og meðal annars skólasálfræði en heilbrigðiskerfið meðferð og við viljum að þetta spili saman og velferðarsvið hefur verið að vinna að þessu og átt samtal við heilsugæsluna, BUGL sem barna- og unglingageðdeildin og barnavernd og ætla sér að skila skýrslu aukið og betra samtal þetta fljótlega. Þannig að ég vona að þó við séum ekki alveg komin á enda með þetta mál að þá sé það komið á býsna góðan rekspöl með sameiginlegum vilja margra. Í öðru lagi var lögð fram tillaga að námsgögn verði gjaldfrjáls fyrir 16 til 18 ára nemendur í framhaldsskólum. Það var Regína Greta Pálsdóttir frá Ungmennaráði Kjalarness sem lagði fram tillöguna
sem allir voru sammála að væri góð, en framhaldsskólarnir heyra undir ríkið. Borgin hefur þegar gert námsgögn gjaldfrjáls í skólum borgarinnar, en við fjölluðum þessa tillögu og skoruðum í kjölfarið á ríkið að fara að fordæmi margra sveitarfélaga og gera námsgögn í framhaldsskólum gjaldfrjáls. Þriðja tillagan var tillaga Elenborgar Unu Einarsdóttur frá Ungmennaráði Breiðholts samspil íslenskukennslu og aðstoða við heimanám fyrir börn og foreldra af erlendum uppruna. Þarna hefur fjölmargt gerst líka. Við höfum aukið fé til þessa málaflokks, en það hefur líka verið unnið með Rauða krossinum sem er verkefni sem heitir Heilahristingur og meðal annars að vinna upp í Breiðholti og verið að reyna í gegnum það að finna frekari flöt og samstarf við framhaldsskóla í þessu efni. Fulltrúi Ungmennaráðs Breiðholts ásamt verkefnistjóri í fjölmenningu á skóla- og frístundasviði munu funda með fulltrúum Rauða krossins á næstu vikum til að formgera þetta enn frekar og vilja stíga frekari skref næsta haust, samkvæmt upplýsingum frá skóla- og frístundasviði. Freyja Dögg Skjaldberg, fulltrúi Ungmennaráði Laugardals, Háaleitis og Bústaða, flutti tillögu aukið aðgengi ungmenna líkamsrækt og hreyfingu og vildi að borgarstjórn beitti sér fyrir því. Þetta var lagt fyrir í Íþrótta- og tómstundaráði í mars á síðasta ári og dregið fram að það þyrfti hugsanlega auglýsa að frístundakortið sem að allir frá 6 til 18 ára aldrei fá í Reykjavík, að það hægt að nota það í líkamsræktarstöðvum líka. Og það auðvitað ódýrt í sund, þannig að þetta samtal heldur áfram á vettvangi ITR. 5. tillagan var frá Arndísi Maríu Ólafsdóttur, fulltrúi í Ungmennaráði Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða, en það var tillaga aukin atvinnutækifæri unglinga og þá var verið að tala í raun grunnskólahópinn. Þarna voru fengnar umsagnir frá mannauðsdeild, skóla- og frístundarsviði og velferðarsviði og að því að tillagan laut meðal annars að starfi í þjónustu við eldra fólk og annar staðar, að þá voru bæði ýmis lög og reglur sem fjalla vinnumarkaðinn, til dæmis tryggingar í starfi, sem að mæltu þessu á mót. Þannig að niðurstaða þessara tillögu var að það var ekki tekið undir hana í borgarráði á grundvelli þessara umsagna. 7. tillagan frá Eydísi Helgu Viðarsdóttur og Kristínu Láru Torfadóttur, fulltrúum í Ungmennaráði Árbæjar og Holta, var að fela skóla- og frístundasvið að vinna viðbragðsáætlun við kynferðislegu ofbeldi og áreitni í skóla- og frístundastarfi. Þessi áætlun skal samþykkt í borgarstjórn og birt á heimasíðu skóla- og frístundamiðstöðva tímanlega fyrir þetta skólaár. Þessi tillaga var samþykkt og lögð fram í borgarráði sem vísaði henni til meðferðar skóla- og frístundasviðs. Því miður tókst ekki að klára þetta fyrir þetta skólaár en verkefnið er enn í vinnslu og tengist heildarendurskoðun á málaflokknum allt frá leikskóla og út grunnskóla sem og viðbragðsáætlun sem snýr að starfsfólki. Þarna er verið að vanda til verka en eins og framkom í umræðunni fyrir ári síðan að þá held ég að við finnum öll fyrir þörfin á því að boðleiðir séu býsna skýrar þarna og að hver sem ungir sem aldnir finni að þegar einhver lætur vita þá sé ekki bara hlustað, heldur líka brugðist við og það með réttum hætti. Skýrir ferlar skipta mjög miklu máli þegar áreitni og ofbeldi annars vegar. Í síðasta lagi að þá var það til að Ebbu Kristínar Ingvadóttur, fulltrúi í Ungmennaráði Grafarvogs, sem lagði fram tillögu endurbætur á einkunnakerfi í grunnskólum. Þetta var býsna útfærð tillaga sem vísað var til meðferðar skóla- og frístundaráðs sem tók hana fyrir 9. maí í fyrra ásamt minnisblaði sviðsstjóra. Þar kom fram breytingatillagas og var tillagan samþykkt eftir breytingar.
Þarna hefur líka verið kallað eftir því að Menntamálastofnun sem heyrir undir Menntamálaráðuneytið þarf að koma inn í þetta mál og hefur Menntamálastofnun ekki brugðist við því nægjanlega að okkar mati, þannig að þetta verður skóla- og frístundasvið hugsanlega að reka en frekar eftir. Þetta voru sem þessar 7 tillögur sem að flutta voru í fyrra. Það ekki síðri tillögur sem að liggja fyrir hér í dag og hlakka ég til að heyra þeim fylgt eftir með framsöguræðum. Það allar sameiginlega að miða því að gera góða borg betri. Þannig að velkomin aftur Ráðhúsið og ekki hefja fund. Þá hefur Dag B. Eggertsson borgarstjóri lokið máli sínu og þá verður gengið til útsendrar dagskrár. Fyrsta mál á dagskrá tillaga fulltrúa í ungmennaráði Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða flokkunartunnur á almenningssvæðum í Reykjavík. Fyrst til að taka til máls þá Tinna Kjartansdóttir, fulltrúi í ungmennaráði Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða. Borgarstjóri, forseti borgarstjórnar, borgarfulltrúar og aðrir fundargestir. Ungmennaráð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða leggur til að borgarstjórn samþykki að fela umhverfis- og skipulagssviði að setja upp flokkunartunnur á almenningssvæðum í Reykjavík og fjölga þeim á helstu svæðum borgarinnar fyrir árslok 2019. Árið 2015 var skrifað undir Parísarsamkomulagið. Markmið þess að stöðva aukningu í útblæstri gróðurhúsalofttegunda á heimsvísu og ná að halda hnattrænni hlýnun innan við 2 gráður á Celsius fyrir lok aldarinnar. Til að ná því markmiði megum við ekki losa meira en 700 milljarða tonna af koldíoxíðígildum í andrúmsloftið. Mannkynið losar það bil 37 milljarða tonna á ári. Þar af leiðandi höfum við innan við 20 ár til stefnu. Til að virða samkomulagið til fullnustu þarf að taka róttækar ákvarðanir eins og til dæmis það að efla ruslflokkun almennings. Borgarbúum þykir orðið mjög eðlilegt að flokka rusl á heimili og vinnustað og sorpflokkun að verða nokkuð almenn í borginni. Það skýtur því nokkuð skökku við að á gangi niður Laugaveginn verður maður að losa allt rusl í sama dollinn. Marghólfa stampa fyrir úrgangsflokkun að finna á nokkrum völdum stöðum almenningssvæðum í borginni með það að markmiði að auka flokkun í Reykjavík og vitund almennings flokkun og skil til endurvinnslu. Þetta kemur fram á heimasíðu Reykjavíkurborgar. Nokkrir valdir staðir eru einfaldlega ekki nóg þegar umhverfisvernd á í hlut og þessu viljum við beita. Staðreyndin sú að allt of margir henda frekar rusli í jörðina en að ganga lengi í leit að ruslatunnu. Parísarsamkomulagið gerir ráð fyrir að aðildarríki meti stöðu sína á 5 ára fresti. Fyrsta matið á að fara fram 2023. Það ekki langt þangað til og hvað erum við að gera? Lítið sem ekkert eða að minnstakosti ekki nóg. Það hefur orðið mikil vitundavakning varðandi umhverfismál í samfélaginu, sérstaklega meðal ungmenna. Síðasta föstudag var 5. loftslagsverkfallið haldið hér á landi. Það augljóst að ungmenni krefjast breytinga og þess vegna ég hér í dag. Ungmenni allan heim mótmæla aðgerðaleysi fólks í stjórn, aðgerðaleysi ykkar. Við viljum að á okkur sé hlustað. Hver einasta flokkaða plastflaska skiptir máli og til að koma í veg fyrir rusl á víð og dreif þurfum við fleiri ruslastampa og flokkunartunnur í umhverfi okkar. Mikill fjöldi ferðamanna sækir Reykjavík heim og hvaða ásýnd viljum við að blasi við þeim? Við markaðssetjum okkar hreinu og óspilltu náttúru og til að styðja þá ímynd þurfum við hreina og snyrtilega höfuðborg. Hrein, torg, fögur borg var slagorð Reykjavíkurborgar á 7. áratugnum þegar barist var fyrir betri umgengni í borginni. Settir voru upp ruslastampar víðs vegar borgina sem var nýlunda á þeim tíma. Kannski tími kominn til að endurvekja þetta gamla gilda slagorð og blása lífi í baráttuna fyrir bætta umgengni á nýjan leik. Svo margt í húfi. Til hvers að flokka og hverjir eru hagsmunaaðilarnir? Við því eru mörg svör. Í stuttu máli má segja að með því að flokka drögum við úr auðlindanotkun og minkum losun gróðurhúsalofttegunda sem sameiginlegur hagur okkar allra. Það undir okkur komið að hráefnið sem
til á jörðinni haldist áfram í notkun í stað þess að þurfa sífellt að sækja ný hráefni. Hagur Reykjavíkurborgar af bættri sorpflokkun ótvíræður. Mikill kostnaður því fylgjandi að hreinsa götur og almenningssvæði. Fleiri flokkunarstöðvar og ruslastampar munu draga úr þessum kostnaði leið og umhverfisvitund almennings og virðing fyrir umhverfinu eykst. Það ekki svo lítils virði. Þá hefur Tinna Kjartansdóttir, fulltrúi ungmennaráði Vesturbæjar, miðborgar og Hlíðar lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, ágæta Reykjavíkurráð ungmenna. Loftslagsmál eru sannarlega einhver stærstu mál samtímans. Það verður ekki deilt. Sem betur fyrir hefur orðið umtalsverð vitundarvakning í samfélaginu loftslags- og umhverfismál og krafturinn í ungu fólki veitir innblástur og vekur von breytingar og framfarir. Mín upplifun sú að meðal almennings sé nokkuð breið samstaða að grípa þurfi til aðgerða svo markmið Parísarsamkomulagsins náist. Flestir vilja leggja sitt af mörkum og kemur aukin flokkun og endurvinnsla þar sannarlega við sögu. Á þessum nótum tekið tillögunni sem hér rædd flokkunartunnur á almenningssvæðum í Reykjavík fagnandi. Hún jákvæð og ég þakka fyrir frumkvæðið. Sem næstu skref í þessu máli legg ég til málsmeðferðartillögu þess efnis að málinu verði vísað áfram til umhverfis- og heilbrigðisráðs til frekari meðferðar og þar mun fulltrúum Reykjavíkurráðs ungmenna gefast tækifæri til að fylgja tillögunni eftir. Mig langar að vísa í mynd sem ég sá af loftslagsmótmælum ungmenna. Og á henni texti á ensku með leyfi forseta, ég ætla að fá að lesa hann upp. Tilvitnun hefst. You know it's time for change when children act like leaders and leaders act like children. Tilvitnun lýkur. Ég held við ættum öll að taka höndum saman og grípa til aðgerða og hafa okkur öll eins og leiðtogar í þessum efnum eins og fulltrúar ungmenna hafa gert undanfarin misseri. Ég vil nýta tækifærið og hvetja ykkur til dáða, unga dugmikla fólk, ykkar kynslóð hefur undanfarin misseri látið rödd sína heyrast af krafti og barist fyrir verðugum málstað. Haldi áfram hafa áhrif á samfélagið, haldi áfram að rísa upp og ekki hika við að segja ykkar skoðun, því framtíðin ykkar. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu fulltrúar borgarstjórnar og sérstaklega fulltrúar ungmennaráðs Reykjavíkur. Verið hjartanlega velkomin í borgarstjórn. Ég vil þakka ykkur öllum fyrir að sýna málum Reykjavíkur áhuga, taka þátt í starfi ungmennaráðsins og gefa ykkur tíma til þess að vera hérna með okkur í dag. Það okkur öllum mikinn innblástur að fá að hitta fólk utan hússins, fá nýtt fólk hérna í Skeifurnar til þess að blása okkur í brjóst. Mér finnst það flott tillaga flokkunartunnurnar. Það rétt að það hafi verið flokkunartunnur á almenningssvæðum í borginni og þær hafi því miður ekki verið nýttar sem skyldi. En eitt sem ég hef lært í pólitík að tíminn brjálæðislega stór breyta og við höfum aldrei að hunsa hana. Eitthvað sem gekk illa í gær gæti alveg gengið vel á morgun. Og svo vitundarvakning sem á sér stað núna, sérstaklega meðal ungs fólks, svo vitundarvakning sem á sér stað það að við erum bara með jörðina í láni og við þurfum að skila í sama ástandi. Það gríðarlega stór breyta held ég í því hvort að svona hlutir geti gengið betur næst. Ég sit í umhverfis- og heilbrigðisráði, ég hlakka til að fá þau inn sem munu fylgja tillögunni eftir og það verður líka spennandi að sjá hvort að sviðið geti breytt í hvernig við gert hlutina til þess að við fáum það til að virka betur. Þannig bara aftur, takk kærlega fyrir og sjáumst fljótt. Þá hefur Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og ekki hafa fleiri beðið orðið undir þessum lið og telst umræðu þá lokið. Borist hefur ein málsmeðferðartillaga sem að vísa tillögunni til umhverfis- og heilbrigðisráðs Reykjavíkurborgar til frekari umfjöllunar. Nú verður sú tillaga borin hér upp ef allir fulltrúar eru tilbúnir og til staðar. Svo virðist vera, ég ætla til að vera alveg viss.
Glæsilegt, allir virðast vera til staðar og verður því gengið til atkvæðagreiðslu þessa málsmeðferðartillögu. Þau ykkar sem samþykk eru sýni þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Og þetta samþykkt? Ég ekki með töluna, eigum við að endurtaka atkvæðagreiðsluna. Og það hefð fyrir því að ungmennaráðsfulltrúar kjósi einnig. Bara svo allir séu upplýstir sinn lýðræðislega rétt inn í þessu herbergi. Þannig að við endurtökum atkvæðagreiðsluna. Þau sem eru samþykk þeirri málsmeðferðartillögu að vísa þessari tillögu til umhverfis- og heilbrigðisráðs Reykjavíkurborgar til frekari umfjöllunar sýni þess merki með því að rétta upp hönd. Og það samþykkt einróma. Bestu þakkir fyrir það. Og þá verður þessi tillaga tekin fyrir í því ráði. Verður þá gengið til næsta liðar á dagskrá og það tillaga fulltrúa í ungmennaráði Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða að tryggja samráð við börn og ungmenni öll málefni sem varða þau. Og það fyrst Ingvar Steinn Ingólfsson, fulltrúi í ungmennaráði Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða sem tekur til máls. Ágæti borgarstjóri, forseti borgarstjórnar, borgarfulltrúar og aðrir gestir. Tillagan okkar svo hljóðandi. Tryggja skal samráð við ungmenni öll málefni sem þau varða. Börn og ungmenni á aldrinum 10 til 18 ára eru tæplega 36.000 eða 10% íbúafjöldans á Íslandi. Samt ekki haft nægilegt samráð við okkur mál og ákvarðanir sem varða okkur í samfélaginu. Við erum talið vera áhugalaus, fáfróð, barnaleg og skoðanalaus, en oft fáum við ekki nægilega mörg tækifæri til þess að taka þátt og koma okkar málum á framfæri. Við viljum hafa áhrif. Ég var ekki hér í nemendaráði eða í ungmennaráði ef mér væri sama. Við unga fólkið höfum öll okkar sjónarmið og skoðanir á málum sem okkur varða og við viljum að okkur sé hlustað. Í 12. grein barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem lögfestur var á Alþingi þann 20. febrúar 2013 segir að aðildarríki skulu tryggja barni sem mynda getur eigin skoðanir rétt til að láta þeir frjálslega í ljós í öllum málum sem þau varða. Einnig kemur fram að tekið sé réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi við aldur þess og þroska. Þrátt fyrir lögfestingu sáttmálans kemur það ítrekað fyrir að yfirvöldum virðist sama skoðanir ungmenna á málum sem þau varða. Ekki aðeins hafa börn og ungmenni þau grundvallar mannréttindi til að tjá skoðanir sínar málefni sem skipta þau máli, heldur einnig að yfirvöld hlusti á þær og fái þau til að taka þátt í ferlinu sem fer fram eftir að ákvörðun hefur verið tekin. Þannig getum við haft raunveruleg áhrif á öllum stigum. Þetta ekki fyrsta skipti sem tillaga af þessu tagi tekin upp á fundi við borgarstjórnina. Árið 2008 kom borgarstjórnartillaga frá ungmennaráði Vesturbæjar þar sem einfaldlega var beðið að tekið yrði mark á skoðunum ungmenna og jafnframt að nauðsynlegt væri að auka samvinnu við ungmenni og samráð við Reykjavíkurráðið. Nú eru 11 ár liðin og erum við enn að bíða eftir breytingum. Það á að hlusta á skoðanir ungs fólks vegna þess að við búum í sama samfélagi og fullorðið fólk og við ættum að fá eitthvað að segja það sem fer fram í því samfélagi. Ungt fólk hugsar öðruvísi en fullorðnir og við eigum að fá að segja okkar skoðanir og tekið sér mark á þeim. Stjórnvöld í Bretlandi hafa komið auga á mikilvægi þess að fá að heyra skoðanir ungmenna. Í Bretlandi fá ungmenni á aldrinum 11 til 18 ára að kjósa málefni sem þau telja mikilvæg. Þessi málefni eru svo lögð fram á sérstöku ungmennaþingi sem haldið ár hvert undir stjórn neðri deildar breska þingsins. Þessu var komið á vegna þess að ungt fólk framtíðin og ákvarðanir sem þau varða eru betri ef þau eru með í ráðum. Ef þessi framkvæmd væri tekin til fyrirmyndar í borgarstjórn, myndi að virka þannig að börn og ungmenni í Reykjavík myndi fá að kjósa þau mál sem ungmennaráð leggja til
og í framhaldi af því eru þau lögð fram á fundi borgarstjórnar með Reykjavíkurráði til umræðu og ákvörðunar. Nú erum við að flytja okkar tillögu aukið samráð Reykjavíkurborgar við ungmenni. Okkar tillaga felst í því að þegar ákvörðun hefur verið tekin okkur varðar, þá sé jafnframt haft samráð framkvæmd hennar við Reykjavíkurráð ungmenna. Takk hérlega fyrir mig. Þá tekur næsti máls Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, góða Reykjavíkurráð ungmenna. Ég vil þakka fyrir þessa tillögu að tryggja samráð Reykjavíkurborgar við börn og ungmenni öll mál sem þau varða fyrir skólabyrjun haustið 2019. Það metnaðarfullt og mér líst vel á þessa kröfu að tryggja samráð við þennan hóp. Ég tel þennan vettvang okkar hér í dag vera hluta af þeim einlæga áhuga Reykjavíkurborgar á samráði og samtali við ungmenni og börn. Við viljum lýðræði og við viljum samráð. Við viljum valdefla almenning. En til hvers? Eigum við ekki bara að vera hérna og ráða öllu? Nei. Borgarbúar fá oft langbestu hugmyndirnar. Og þið þekkið ykkar veruleika. Börn þekkja sinn raunveruleika og vita best hvað þau þurfa. Meira lýðræði, meira samráð kemur í veg fyrir sóun og tryggir í raun að við öll getum átt gott líf, sama hvernig staða okkar Þetta kemur líka betur til móts við það að minnihlutahópar fái að hafa áhrif á það sem gert. En hvernig getum við haft þetta samráð? Með hvaða hætti ætti það að vera? Og það það sem við þurfum að móta í sameiningu. Eitt sem mikilvægt við samráð og lýðræði upplýsingagjöf. Góð upplýsingagjöf grundvöllur lýðræðislegrar ákvarðanatöku og upplýstrar ákvarðanatöku. Og þú þarft upplýsingar til að geta veitt stjórnmálafólki aðhald, til að geta sagt stopp, hingað og ekki lengra ef að við erum í ruglinu, sem ég vonaði gerið, eða jafnvel hrósað ef það ástæða til þess. Við þurfum öll upplýsingar til þess að geta haft áhrif. En við þurfum líka að hafa þessi tól og þennan möguleika á beinni aðkomu og á þessu samtali. Við þurfum að hafa kerfið þannig að það hlusti. Þegar mál koma inn, þegar hlutir eru í mótun, í ráðum, í fagráðum, hér á vettvangi borgarstjórnar, þá þurfum við að hafa kerfin þannig að við hlustum. Stjórnmálafólki verður líka að vera þannig að það vilji hlusta. Þannig að það margt sem að þarf að koma til. Hér var farið yfir barnasáttmálan áðan og 12. greinina rétt til að láta skoðanir sína í ljós og til að hafa áhrif. Mér finnst líka mikilvæg 13. greinin tjáningarfrelsi. Börn eiga rétt á að tjá sig. Og svo 14. grein skoðana og trúfrelsi. Aðildarríki skulu virða rétt barna til frjálsrar hugsunar, sannfæringar og trúar. Þetta allt saman mjög mikilvægt og þátttöku lýðræði, það snýst það að auka næmi stjórnmálana fyrir fjölbreytileika í lífi fólks. Rannsóknir benda til þess að þar sem þátttöku lýðræði og lýðræði virkast, þar eru öflugustu samfélög í heiminum, bæði út frá mannréttindum og efnahagslegum sjónarmiðum. Orðið samráð kemur 11 sinnum fyrir í aðgerðaráætlun mannréttinda og lýðræðisráðs Reykjavíkurborgar sem ég fer fyrir. Ein af aðgerðunum að skilgreina hvernig samráði við borgarbúa eigi að vera háttað og vinna samráðsferla innan Reykjavíkurborgar. Þannig að við erum að undirbúa þetta á vettvangi mannréttinda og lýðræðisráðs og mér finnst kjörið tækifærið að fá þessa tillögu inn í það vinnu og muna eftir þessu prinsippi og þessum rétti barna til að hafa áhrif
þegar við búum til þessi ferli, þessar praktísku lausnir við það hvernig borgarbúar geta haft áhrif á ákvarðanatöku sem þá varða. Vegna þessa legg ég til þess að þessi tillaga verði send til þessa ráðs til meðhöndlunar og verði þá vísað til Mannréttinda- og lýðræðisráðs Reykjavíkurborgar. Takk fyrir tillöguna, takk fyrir að vera einn í dag og ég hlakka til að hlusta á umræðina. Þá hefur Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri beðið orðið undir þessum lið og verður því gengið til atkvæða. Borist hefur málsmeðferðartillaga að vísa málinu undir Mannréttinda- og lýðræðisráðs og hún nú borin upp til atkvæða. Þeir sem því eru fylgjandi vinsamlegast gefið merki. Svo þeir sem á móti kunna vera, það engin sem getur það því að allir kussu með. Þannig að tillagan þá samþykkt einróma. Næst verður þá borin upp dagskrárlið 3 sem tillaga fulltrúa í ungmennina Laugardals, Háaldís og Bústað aukna viðveru hjúkrunarfræðings á skólatíma. Til máls tekur Embla Nótt Pétursdóttir, fulltrúi í ungmennaráði Laugardals, Háaldís og Bústað. Ágæti borgarstjóri, forseti borgarstjórnar, Reykjavíkurráðsmeðlimir og aðrir fundargestir. Fyrir ári síðan, á fundi líkt og þessum, lagði ungmennaráð Laugardals, Háaleitis og Bústað fram þá tillögu að borgarstjórn samþykkti að bjóða nemendum í grunnskólum upp á gjaldfrjálsa sálfræðiaðstoð í skólum. Þeirri tillögu var vísað til meðferðar velferðarráðs. Á fundi sem ég var boðið á með velferðarráði var mér bent á það voru börn sem litu nú þegar til skólahjúkrunarfræðinga fyrir þess konar þjónustu. Síðar lærði ég að gerð hefði verið bókun á fundi velferðarráðs 5. apríl síðastliðinn. Þar sem tillögun var falið velferðarsviði til að meta kostnað hennar og til að kortleggja hvernig hægt væri að auka aðgengi og vitund barna og unglinga að sálfræðiþjónustu. Staða tillögunar var óþekkt þangað til núna rétt áðan þegar borgarstjórnin minntist á hana og engin afgreiðsla sjáanleg. Fyrst var ég hálfsár en svo fór ég hugsa þetta á gagnrýninn hátt. Ég ætla að afla mér fleiri upplýsingar áður en ég gafst bara upp. Þannig að ég fór og talaði við hjúkrunarfræðinginn í skólanum mínum. Ég spurði út í hitt og þetta og komst fljótt að því að eins og þurfa 620 nemendur að vera í skólanum til þess að fá einn hjúkrunarfræðing í fullt starf. Það eru aðeins 4 skólar af þeim 39 sem tilheyra Reykjavíkurborg sem ná þeim nemendafjölda. Hjúkrunarfræðingar gegna mjög mikilvægu og margþættu hlutverki í grunnskólum. Til dæmis eru þeir með kynningar fyrir alla bekki, bæði líkamlega og andlega heilsu. Þeir sjá mælingar á þyngd og hæð og sjá að gefa bólusetningar. Auk þess getur alls konar komið upp á þegar að ræða börn á öllum þroskastigum. Svo einnig verið að biðja þá að hafa tíma til að sitja og hlusta á börn sem líða illa og vanta sárlega einhvern til að tala við. Ég vil ítreka að 26% stúlkna og 10,4% drengja á höfuðborgarsvæðinu voru með kvíða samkvæmt mælingum úr þjónustumiðstöð Breiðholts árið 2015. Þetta var fyrir 4 árum og má ætla að talan hafi bara farið vaxandi. Hvernig eiga hjúkrunarfræðingar að sjá allt þetta þegar þeir eru aðeins til staðar minna en helmingin af tímanum sem nemendur í skólanum? Þessi spurning ástæða þess að ég stend hérna í dag. Það upplifun okkar í ungmennaráði Laugardals, Háaleitis og Bústaða að óbreyttur viðverutími hjúkrunarfræðinga nægir ekki svo þeir geti verið til staðar fyrir nemendur ofan á núverandi verkefni. Því krefjumst við þess að aukin verði viðvera hjúkrunarfræðinga í grunnskólum borgarinnar. Takk fyrir mig. Já, þá hefur Embla Nótt Pétursdóttir fulltrúi ungmenna lokið máli sínu og næst óskað eftir að taka til máls Elín Oddný Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Takk fyrir. Ég ætla að byrja að þakka fyrir þessa góðu tillögu sem snýst aukna viðveru hjúkrunarfræðinga á skólatíma og ég held að allir sem hér sitja inni
í þessum sal séu sammála það að skólahjúkrunarfræðingar sinna mjög mikilvægri þjónustu við nemendum í grunnskólum borgarinnar og viðvera þeirra eins og hér kom fram áðan mismunandi eftir skólum og ræðst af nemendafjölda í hverjum skóla. Í grunnskólalögum og lögum heilsugæslu tiltekið að þjónusta skólahjúkrunarfræðinga sé á ábyrgð heilsugæslunnar á hverjum stað og sé útfærið í samvinnu við skólastjóra í hverjum grunnskóla. Ekki tiltekin ákveðin viðvera í hverjum skóla, hvorki í lögunum né í reglugerðinni og það mætti nú kannski endurskoða það. En samkvæmt upplýsingum sem ég fékk frá heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins þá það viðmið að það séu 650 nemendur á bak við hvert 100% stöðugildi skólahjúkrunarfræðings. Þó kemur einnig fram í þessu svari að þessi viðmið eru ekki uppfyllt í öllum skólum. Í ljósi þess að þjónusta skólahjúkrunarfræðinga ekki á forræði borgarinnar lagt til að tillögunni sé vísað til skóla- og frístundaráðs til nánari skoðunar. Ég vil að lokum þakka kærlega fyrir þessa tillögu og ég tek undir með þetta sjónarmið sem kemur fram í tillögunni að skólahjúkrunarfræðingar sé að veita nemendum mjög mikilvæga þjónustu og það skiptir máli að hún sé aðgengileg og sýnileg og nemendur viti hvert þeir eiga að leita vegna hvaða erinda og hvenar skólahjúkrunarfræðingurinn í skólanum og mér skildist eftir einhverja óformlega eftirgrennslana það væri svolítið misjafnt hversu sýnilegt það væri hvar í skólanum og hvenar hjúkrunarfræðingarnir væru og að það væri réttur nemenda til dæmis að fara úr kennslustund, sem biðja leyfi til að fara úr kennslustund til að hitta skólahjúkrunarfræðinginn. Það er sem sagt á að kennarar eiga að verða við slíkri beiðni og það var kannski svolítið óljóst líka sem erum að gera skerp á. Þannig að við þurfum að tryggja það að þjónustan sé til staðar með fullnægjandi hætti í öllum skólum og því mjög gott að skóla- og frístundasvið sem fer með rekstur grunnskólana fari yfir það með skólastjórum og heilsugæslunni hvaða sem þurfa að lagfæra til að setja auka aðgengi nemenda af þessari mikilvægu þjónustu. Þannig að það málsmeðferðartillaga sem ég ber fram. Takk. Borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir lokið máli sínu og næst óskað eftir að taka til máls Freyja Dögg Skjaldberg. Ég langar bara að taka undir það sem Embla að segja að það skiptir rosalega miklu máli og oft í aðeins minni skólum þá eru rosalega oft sem hjúkrunarfræðingurinn ekki við þegar oft krökkum vantar að fara þannig að það skiptir rosalega miklu máli og þannig ég tek undir það sem Embla segir. Þá Freyja Dögg Skjaldberg lokið máli sínu og næstur óskað eftir að taka til máls Þór Elís Pálsson. Borgarstjóri, forseti og aðrir fundarmenn. Ég bara að fá að þakka kærlega fyrir þessa tillögu. Þetta bara bráðnauðsynlegt. Hjúkrunarfræðingar gilda mjög mikilvægu starfi í heilbrigðiskerfinu og þeir eru kannski það besta sem hægt að leita til í skólakerfinu. Þetta þverfagleg stétt og kemur víða við og örugglega það alþægilegasta fyrir nemendur í skólum, grunnskólum, framhaldsskólum og jafnvel háskóla að hafa aðgengi að hjúkrunarstéttinni. Það skiptir mjög miklu máli, sem sagt, ýmislegt hvað þetta varðað, akkurat þess að kemur fram hérna í þessari tillögu og það bráðnauðsynlegt að við aukum og sjáum leiðir til þess að bæta við hjúkrun, að viðveru hjúkrunarfræðinga í skólum borgarinnar. Og þeir gegna ekki bara því hlutverki að skal ég segja ykkur að plástra og hjúkra, þau gegna líka því hlutverki að fræða. Og þar var minnst tillaga, ég hef ekki fundið hvort þú var samþykkt að lögum,
29. apríl 2016 ályktar Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga að það fagni því að það skuli vera lögð fram lög á Alþingi Íslendinga að hjúkrunarfræðingar sjáu kynfræðslu í skólum. Og þetta það sem á þessum tíma þegar eldri nemendur grunnskóla þá fer nú margt í gang og þá þarf að hjálpa og fræða þannig að nemendur skóla geti áttað sig á oft hvað í gangi. Og hjúkrunarfræðingar eru held ég langbesti til þess þó að ég ætla ekki að halla á hinar heilbrigðisstéttirnar. Takk fyrir. Þá hefur Þór Elís Pálsson borgarfulltrúi lokið máli sínu, veitir þá andsvar. Það er þegar 2 borgarfulltrúar búin að taka til máls undir þessum lið. Var það andsvar? Já, akkurat. Alexandra Brím borgarfulltrúi kemur upp í andsvar. Daginn, forseti, borgarstjóri, góða borgarstjórn, ungmennaráð og aðrir áheyrendur. Í rauninni vil ég taka undir megin efnið sem að það nauðsynlegt að auka viðveru skólahjúkrunarfræðinga en ítreka það að það ekki ákvæðinu borgarinnar. Það sem sagt heilsugæslan sem á vegum ríkisins sem sér hjúkrunarfræðingana. Það hins vegar bráðnauðsynlegt að við ítum á eftir því áríkið og við fáum inn meiri viðveru hjúkrunarfræðinga og við tökum heilsugur undir það. Og ég vil ítreka það að í skóla- og frístundaráði og í velferðarráði höfum við lagt áherslu á það að efla þjónustu sálfræðinga í grunnskólunum. Það þá með fagteimunum sem sinna skólunum út frá þjónustumiðstöðunum og það eru meðal annars sálfræðingar og talmeinafræðingar og alls konar atferlisfræðingar sem geta komið inn í skóluna og veitt aðstoð. Og við erum að setja mikla áherslu á það að auka og bæta þá þjónustu, draga úr vægi greininga og auka forvirkt inngrip til þess að geta gert þessa þjónustu sem allra besta. Og ég þakka bara fyrir þessa tillögu og tek annars undir með Þór að þetta sé eitthvað sem þarf að bæta. Þá hefur Alexandra Brím borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Ekki hafa fleiri beðið orðið undir þessum lið og telst umræðu þá lokið. Og verður þá gengið til atkvæðagreiðslu. Eru allir fulltrúar í salnum? Ljómandi gott. Þá verður gengið til atkvæðagreiðslu þá málsmeðferðartillögu sem borist hefur að vísa tillögunni til skóla- og frístundaráðs Reykjavíkurborgar til frekari umfjöllunar. Þau ykkar sem samþykki eru sýniðasmerki með handauppreidingu og þetta samþykkt einróma. Takk fyrir það. Verður það gengið til næsta liðar á dagskrá sem mál númer 4 og það tillaga fulltrúa í ungmennaráði Laugardals Háaleitis og bústaða frístundastarf fyrir ungmenni 16 ára og eldri. Og fyrst það Freyja Dögg Skjaldberg, fulltrúi í ungmennaráði Laugardals Háaleitis og bústaða sem tekur til máls. Ágæti borgarstjóri, forseti borgarstjórnar og aðrir fundargestir. Í stefnu frístundaþjónustu Reykjavíkur frá árinu 2017 til 2025 kemur fram að það átti að auka skipulagt frístundastarf fyrir krakka 16 ára og eldri og að í öllum borgarhlutum ætti ungmenni að fá tækifæri og aðstöðu til að geta hist og fást við margs konar iðju að eigin forsendum með leiðsögn fagfólks. Tillögur og aðgerðir sem standa í frístundaþjónustunni eru til dæmis að tekna verði upp viðræður við ríkið að aðkomu þess að fjármagna frítímaþjónustu fyrir ungmenni á framhaldsskólaaldri, að frístundamiðstöðvar, þjónustumiðstöðvar og hitt húsið auki samstarf við framhaldsskólana til að sinna betur 16 ára pluss hópnum í frítímum, styðja við 16 til 18 ára sem í áhættuhópi, svo sem vegna brotthvarfs úr námi, neyslu eða félagslega stöðu og leitast til að komast til móts að þarfir 16 pluss hópsins í frístundaþjónustu í hverjum borgarinnar, svo sem nokkrar séu nefndar.
Okkur í Ungmennaráði Laugardals, Hálits og Bústaða þætti það að hafa skipulagt frístundastarf í Reykjavík slíkt og í grunnskólum mjög góð forvörn og góð hugmynd til að ungmenni geti farið á vímuefnalausan stað og í skipulagt félagsstarf nokkur sinnum í viku. Ungmenni sem ekki í skipulegu íþróttastarfi ekki í vinnu og hefur ekki tækifæri til að fara í skipulagt frístundastarf mjög líklegt til að fara og leita eitthvað annað til að gera á daginn og á kvöldin. Það getur komið fyrir að ungmenni sæki í neikvæðar tómstundir sem oft ekki vímuefnalausar og getur það gerst að krakkar festist slíkum afþreyingum. Og þannig kynnst nýju fólki sem verður þó líkast nýju vinahópur ungmennisins. Önnur ungmenni sem falla ekki ofan í slíkar afþreyingar gætu mögulega einangrast og oft erfitt með að blandast inn í hópinn sem getur beitt á kvíða, þunglyndi og önnur félagsleg vandamál. Það sem þið vitið þetta allt nú þegar ég hér einungis til að ítreka það sem stendur í stefnu frístundaþjónustu Reykjavíkur og ýtindi það sem stendur verði fylgt eftir sem fyrst. Takk fyrir mig. Þá hefur Freyja Dögg Skjaldberg lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá Pavel Bartósek, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjóri, borgarfulltrúar, viðurlega ungmennaráð. Mjög gaman að vera hér. Ég hef nú ekki verið áður á fundum með ungmennaráðum. Þessum vettvangi var ekki komið á fyrir en skömmu eftir að ég hóf afskiptapólitík. Ég velti fyrir hvort það hafi verið tilviljun eða ekki, en hér ég allavega og þakka þessa góðu tillögu og bara frábæru tillögu og það alltaf gaman þegar menn koma og veifa einhverju framan í okkur pólitík sem þegar búið að móta og skrifa eins og hér hefur gert í frístundastefnu Reykjavíkurborgar til ársins 2025. Og það auðvitað nauðsynlegt og góð nýting á þessu dagskrárvaldi sem menn hafa hér í þessum sal að beina annarkvort sjónar einhverju sem borgarstjórn geti gert betur eða einhver nýjum verkefnum sem við ættum að taka að okkur. Og hér svo sannarlega eitt dæmi slíkt og hér lagt til að Reykjavíkurborg þjóni betur aldurshóp 16-20 ára með því að þjóna honum inn á félagsmiðstöðunum sem væri svona aðeins öðruvísi nálgun heldur en við höfum verið að gera. Og svo ég skýri svona aðeins þá nálgun sem við í pólitíki þurfum eða neyðustundum til þess að hafa að við þurfum alltaf að hugsa verkefni, ný verkefni, þörf fyrir þessi ný verkefni, hvað kosta þau og hvernig forgangsröðum við þeim samanborið við öll önnur verkefni sem við þurfum eða myndum gjarnan vilja fara í. Þannig að við svörum þetta, reynum að svara þessu út frá þessum spurningum. Og fyrst þetta spurningu þörfina og þá skal ég játa það persónulega, ég rosalegt skoffín og ég rosalega oft til að svara spurningu þörfina aðeins oftar neitandi heldur en aðrir og það þekkja þeir sem eru hér í borgarstjórn. En því óháð þá það auðvitað þannig að það sannarlega hlutverk sveitarfélags að sjá til þess að öllum í sveitarfélaginu líði vel. Þannig hefur það hins vegar verið að hinga til þá hafa félagsmiðstöðvar verið tengdar grunnskólum en náttúrulega á þessum aldri fólk oft komið upp í framhaldsskóla. Þannig að félagsstarf ungs fólks á þessum aldri hefur oft átt sér stað í gegnum framhaldsskóla. Og það þá spurning þegar við stöndum fram í þeirri spurningu hvernig við tryggjum best félagsstarf fólks hvernig við að gera. Eigum að gera eins og lagt til hér í tillögunni að við eflum félagsmiðstöðvarnar til að taka móti þessum aldurshópi. Eigum við að styrkja félagsstarf í framhaldsskólum ef að opna ný ungmennahús eins og til dæmis stundum verið lagt til í öllum hverfum borgarinnar þar sem fólk geti þeirr stað. Eigum við að beina meira í sjónum að frístundakort, eigum við að lengja þann tíma sem frístundakortið gildir. Það er sannarlega margar leiðir til þess. Og þá þurfum við líka alltaf að hugsa til þess hvernig tryggjum við að þessi vinna og þeirri fjármunir sem við leggjum út í nýtist öllum ungmennum, ekki til dæmis bara þeim sem eru félagslega sterkastir. Svo þetta spurningum kostnaðarmat og það oft ekki vinsæðasta efnilega ræðum. Það enga síður eitthvað sem við verðum að gera. Ef við tökum til dæmis bara dæmi ef við myndum ákveða að það myndi vera 1 frístundaráðgjafi í hverju hverfi sem starfaði fyrir þennan aldurshóp, þá það svona 6 hverfi sem myndi að vera 60 milljónir. Það kannski bara allt í lagi, en það til líka aðra leiðir sem við getum notað til að segja þann pening, til dæmis með að koma á sérstöku ungmennahúsi. Þannig ég bara að taka dæmi að við þurfum aðeins að hugsa þetta þegar við erum í þessari stöðu megin við borðið. Og það auðvitað svo sem ýmsar leiðir til að nálgast þetta. En ég tel einfaldlega að það sé bara best að þetta verið gert innan borgarkerfisins, að við vísum þessu í menningar, íþrótt og tómstundaráðs, það sem ég svo heppinn að vera formaður nú stundir og þar verður þetta tekið ítarlega og skoðað. Svo þetta spurning sem ég nefndi að þriðja, hvernig myndum við borga fyrir þetta og staðreyndin er sú, eins og kom aðeins inn á í ræðu þessi flutti tillöguna að
Það hefur verið planið að fara í viðræður við ríki það hvernig við hugum að félagsstarfi 16 til 18 ára og jafnvel þeirra sem eldri eru. En þær viðræður hafa ekki ennþá borið þann árangur að ríkið hafi viðurkennt það að það ætli koma inn í þennan kostnað með okkur. Þannig sem stendur þá myndum við þurfa að greiða þetta með peningum borgarsjóðs fyrst og fremst. Og eins og segi, það mjög margt sem borgarsjóður gerir, en þá þurfum við líka að forgangsraða þessu inn í allra annara verkefna sem til eru. Þannig að þetta mjög góð og fróðleg tillaga og jákvæð og sýnir auðvitað þann hug sem að borgin ætti að gera meiri í það að umlyggja þennan hóp, þennan aldurshóp með örmum sínum og ég legg til að við rýnum hana betur, kostnað og samspilandi verkefni og henni sé vísað til, eins og áður sagði, menningar, íþrótt og tómstundaráðs til nánari skoðunar. Pavel Bartósek borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Embla Nótt Pétursdóttir, fulltrúi ungmennaráða, hefur beðið að veita andsvar. Já, mér langar bara að segja að vera mjög sammála Freyju og í það sem ég að fara í framhaldsskólann næsta ári, þá finn ég mjög mikinn kvíða hjá samnefndum mínum mitt félagslífið og ég ætlaði bara svona styrkja hennar tillögu. Takk fyrir. Embla Nótt Pétursdóttir, fulltrúi Reykjavíkurráðs ungmennaráða, hefur lokið við að veita andsvar. Næstur á mælendaskrá Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, Reykjavíkurráð og aðrir tilheyrendur. Gaman að sjá hvað eru margir hérna í salnum. Við höfum aldrei fengið svona marga á bekkina hjá okkur síðan að nýja borgarstjórnin tók til starfa. Kannski ekki nógu skemmtilega en það eitthvað sem við þurfum að skoða eftir þennan fund. En ég ætla að fagna þessari góðu tillögu sem kemur frá fulltrúum ungmennaráðs, Laugardals, Háleitis og Bústaðahverfis að Reykjavíkurborg tryggi fjármagn til frístunda fyrir ungmenni eldri en 16 ára. Tíminn eftir grunnskóla einmitt tíminn þar sem að ungmenni þurfa að taka ákvörðun næstu skref í lífinu. Og eftir þennan 16 ára aldur þá má ekki myndast tóm. Eins og fyrri ræðumaður nefndi hérna áðan að þá hefur borið á því að einhverjir séu stressar eða með einhvern kvíða yfir því að það sé kannski ekkert sem tekur við þeim. Þannig að til að mynda hafa íslenskar rannsóknir sýnt niðurstöður að brottfall úr skipulögðu íþróttastarfi aukist frá stökkinu milli 7. til 8. bekkjar og það heldur svo áfram að aukast eftir grunnskólan. Frístundastarf mikilvægt, en við getum til dæmis skoðað mikilvægi starfsins með tilliti til forvarna, aukina möguleika til félagslegra tengsla og tækifæri til þáttöku í listum og tómstundum fyrir þá sem hafa ekki áhuga á afreksstarfi eða annarri keppni. Ég segi, hvað stefna án fjármagns? Þess vegna þessi tillaga mjög góð. Við þurfum að skoða þessa tillögu út frá því hvaða stefna gildir hjá Reykjavíkurborg. Við getum haft fullt af stefnum en ef það ekki sett fjármagn í þær þá þær gagnslausar. En ég fagna því að þessi tillaga fari til frekari úrvinnslu í menningar, íþrótta og tómstundaráði. Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og ekki hafa fleiri beðið orðið undir þessum lið og telst umræðu þá lokið og verður gengið til atkvæðagreiðslu þetta mál. Allir fulltrúar virðast vera í salnum, verður þá gengið til atkvæðagreiðslu og borist hefur ein málsmeðferðartillaga sem að vísa tillögunni í menningar, íþrótta og tómstundaráð Reykjavíkurborgar til frekari umfjöllunar á þeim vettvangi. Þau ykkar sem samþykk eru þessari málsmeðferðartillögu sýni þess merki og það samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Takk fyrir það. Þá göngum við til næsta liðar á dagskrá sem mál 5. Það tillaga fulltrúa í ungmennaráði Kjalarness aukna athygli og sorphirðu á Grendarstöðvu. Fyrstur tekur til máls Gabriel Smári Hermannsson, fulltrúi í ungmennaráði Kjalarness. Kæri borgarstjóri, borgarfulltrúar, embættismenn borgarinnar, fulltrúar í Reykjavíkurráði ungmenna og aðrir gestir.
Fyrst vil ég byrja á því að þakka fyrir þetta tækifæri að vera 15. ári og fá tækifæri til að byrja upp málefni sem brennur á mér og jafnöldrum mínum fyrir þá sem ákvarðanir taka ómetanlegt. Við unga fólki munum erfa landið og skiptir miklu máli okkur sé hlustað. Við fáum bara eina jörð og það mjög mikilvægt að það kynslóð sem uppi núna að skili henni til komandi kynslóða í sama eða betra ásigkomanlega og hún núna. Aukin meðvitund neysluvenjur og mikil vakning mikilvægi sorpflokkunar í samfélaginu. Við ásamt öllum sem velta fyrir sér þessum málum meðvituð að það mjög mikilvægt að það sorp sem fellur til á heimilum og annar staðar sé flokka til þess að best sé að meðhöndla það svo umhverfis áhrifin séu þau minnst. Reykjavíkurborgar staðsettur á 57 grenndastöðum og öllu þeim eiga að vera gámar undir pappír, plast, drykkjarumbúðir og fatnað. Þeir gámar sem eru undir drykkjarumbúðum og fatnaðir undir umsjón Bandalags Íslenskra skáta og Rauða krossins en aðrir umsjón umhverfis og skipulags við Reykjavíkurborgar. Oft aðkoman að þessu grenndastöðum ekki nógu góð. Það ekki allar staðsettur á skjólstæðnum svæðum og okkar mati tæmdur of sjaldan sem veldur því að þessar stöðvar fyllast á sorpi sem sveimar í kringu þær og berst í nær umhverfi sem veldur því að útlit þeirra fráhendur og höfum heyrt af fólki sem nennir ekki að hafa fyrir því að flokka rusl í gámana eða fíkur svo bara aftur í náttúruna. Að okkar mati því mjög brýnt að Reykjavíkurborg veiti þessu grenndastöðum aukna athygli, gerð verði úttekt á umhverfi þeirra og staðsetningu þeirra og jafnvel færðar ef þörf á. Svæði þeirra verður skipulagt betur með tilliti til að aðgengis þess sem þeir nota íslensku veðurfars og tíðni sorpið verður aukin. Takk fyrir mig. Þá hefur Gabriel Smári Hermannsson, fulltrúi í ungmennaráði Kjalarness, lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá Kristín Sofía Jónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, glæsilega ungmennaráð Reykjavíkur. Takk fyrir þessa tillögu. Hún fjallar grenndastöðvarnar í Reykjavík og eins og kom fram í máli frumvarpsins þá eru þær 57 og eru stór partur af sorphirðukerfi Reykjavíkurborgar. Við erum stolt af þessu kerfi. Í Reykjavík það þannig að fólk hefur val. Það hefur val það hvort að fái tunnu undir endurvinnsluefni heim til sín eða nýti sér þjónustu grenndastöðvanna og grenndastöðvarnar eru mikið nýttar. Á seinustu árum hafa skil á öllum endurvinnsluefnum aukist og það hefur verið aukin tíðni á held í öllum grenndastöðvum. Þær taka í dag á móti pappír, plasti, skilugjaldumbúðum og fatnaði eins og kom skýrt fram en það var einnig verið tilraunir á glersöfnun sem hefur gengið vel og að festa sig í sessi og síðan núna nýbyrjað tilraunaverkefni söfnun á málmum. Það var spennandi að sjá hvernig það verður. Það var nýlega kynnt verkefni inn í umhverfis- og heilbrigðisráði sem miðar að því að bæta umhverfi allra grenndastöðvanna í Reykjavík og fara þá líka í söfnun á rafhlöðum. Þannig að þá eru þetta ansi margir flokkar sem grenndastöðvar taka á móti. En það alveg rétt, víða umgengni mjög ábótavant. Fólk skilur eftir ótrúlegustu hluti á grenndastöðum. Hlutir eins og dýnur, enda oft á grenndastöðum, stóri hlutir sem komast aldrei inn í gámana og aldrei heima þar. Og það gerist líka að fólk kemur að fullum gámum og skilur pókana eftir við stöðvarnar. Slíkt náttúrulega aldrei ásættanlegt. Góð umgengni nauðsynleg til þess að fólk nýti sér þessa þjónustu, en ég ekki að segja að það sé bara ábyrgð notenda, heldur auðvitað getur borgin gert ýmislegt. Þær aðgerðir sem hafa verið kynntar og verður farið í til að bæta umgengni við grenndastöðvarnar eru bættar upplýsingar. Það til að mynda í dag, það númer sem segir þig hvert þú getur hringt ef þú vilt að þrífa grenndastöðuna þína betur eða tæmana, en ég held að númerið sé svona lítið og kannski ekki allir sem taka eftir því. Þannig upplýsingar eru mikilvægar, bætt lýsing, skjólmyndun eins og kom fram í máli frumvarpsins, mögulegt myndavéla eftirlit, breytingar á uppsetningu, girðingar og bætt aðgengi og ýmislegt annað sem var að framsetningu. Þær eru náttúrulega misjafnar, sums þær eru með djúpgáma, sums þær eru þær jaðri byggðar, sums þær inn á bílastæðum. Það búið að endurhanna 6 stöðvar og þær eru að fara í útboð núna á þessu ári og það eru 25 milljónir á fjárfestingaráætlun ársins. Ein af þessum endurhannuðu stöðvum
grenndarstöðin á Kjalarnesi sem fer í útboð núna. Þannig við viljum gjarnan bara samþykkja þessa tillögu. Þetta bara góð hvatning til þess að gera áfram vel og gera betur. Þannig að já, ég legg til að tillagan verði samþykkt. Takk fyrir. Þá hefur Kristín Sofía Jónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá Jórunn Pála Jónasdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og frábær gestur okkar hér í dag, Reykjavíkurráð ungmenna. Ég vil þakka ungmennaráðsfulltrúa Gabriel Smára og félögum hans fyrir afar góða tillögu. Flokkunarmál eru samvinnuverkefni Reykvíkinga. Þau eru afar mikilvæg og þeim fylgja áskoranir. Við ræðum þær mikið hér í borgarstjórn og flest okkar þekkjum þær einnig á persónulegri reynslu. Kannski hafið þið eins og ég staðið fyrir framan ruslatununa heima, flokkunatunnar, með gluggapóst og hugsað hvort þetta plast eða pappír. Eða eins og í morgun þá var ég búin að setja glerkrukku með tómatsósu í uppbótarvélina til að gera þær mjög fínar fyrir sorpi en það fór ekki betur en svo að all leirtogið var í tómatsósuflixum. En þetta reynum við að gera til þess að flokka og í greinargerðinni með tillögunni hjá Gabriel einmitt velt upp áskorunum við uppsetningu grenndarstöða. Að koma með í veg fyrir rusl fjúki með því að koma þeim fyrir á skjólgóðum svæðum og gæta þess að tíðni tæmingar sé góð. Þetta eru góð dæmi áskorunir sem við stöndum frammi fyrir hér í borgarmálunum. Takk fyrir þetta, ég tek undir að þessa tillögu megi samþykkja og til ykkur allra haldið áfram að sýna stjórnmálum aðhald og áhuga eins og þeir eru að gera hér í dag, bara glæsilegt, og gangi ykkur vel með framhaldið. Jórunn Pála Jónasdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og ekki hafa fleiri beðið orðið undir þessum lið og telst umræðu þá lokið. Verður þá gengið til atkvæðagreiðslu þetta mál, þessa tillögu. Engin málsmeðferð til að hefur svo sem borist og því verður gengið til atkvæðagreiðslu beint tillöguna hér í þessum sal. Þau ykkar sem samþykk eru sýnið þess merki. Skýrt greina og þau sem á móti kunna vera, við endurtökum atkvæðagreiðsluna til þess að það liggi 100% fyrir hvernig atkvæðagreiðslan fer. Þau ykkar sem bara af því að forseti vill bara hafa það alveg á hreinu fyrir fundarritara hvernig atkvæðagreiðslan eigi að vera skráð. Þau ykkar sem samþykk eru þessari tillögu sýnið þess merki. Hún er samþykkt samhljóða, best þakkir fyrir það. Þá verður gengið til næsta liðar á dagskrá. Það mál númer 6 sem tillaga fulltrúa í ungmennaráði Grafarvogs aukið nemendalýðræði. Fyrstar til að taka til máls eru þær Ásdís María Hrafnsdóttir og Bryndís Ýr Sigurþórsdóttir sem eru fulltrúar í ungmennaráði Grafarvogs. Ágæti borgarstjóri, virðulegur forseti borgarstjórnar, meðlimir Reykjavíkurráðs, borgarfulltrúar og aðrir fundargestir. Við erum fulltrúar frá ungmennaráði Grafarvogs og við leggjum til að borgarstjórn samþykki að fela skóla- og frístundaráði í samstarfi við mannréttinda- og lýðræðisráð að auka nemendalýðræði í grunnskólum Reykjavíkur með því að gefa nemendum möguleika á því að ráðstafa hluta af fjármagni skólans líkt og hugmyndafræði verkefnisins Hverfið mitt byggir á. Fulltrúalýðræði eitt megineinkenni vestræna lýðræðisríkja. Í þeirri hugmynd felst að mismunandi þjóðfélagshópar eigi sér málsvara. Okkur í ungmennaráði Grafarvogs finnst þessu vera ábótavant í skólaumhverfi. Eini vettvangurinn sem nemendur hafa í dag til formlegs samráðs við skólayfirvöld eru skólaráð. Upp úr reglugerð skólaráða nemendum og öðrum samráðsaðilum einungis gefið ráðgefandi vald. Við í ungmennaráði Grafarvogs teljum það ekki bera tilætlaðan árangur.
Að okkar mati skólar á sýndarlýðræði og því viljum við fá alvöru tækifæri til áhrifa í okkar skólasamfélagi. Sem dæmi þá höfum við lengi bent á að ekki sé í lagi með stólana í skólanum okkar, en ekki hefur verið hlustað. Svo í haust var miklum peningum eytt í sjónvarpsskjái án þess að nemendur hefði lýst yfir einhverju þörf á þeim. Þá fórum við að efast rödd okkar. Meginmarkmið nýrrar menntastefnu Reykjavíkurborgar að öll börn vaxi, dafni og uni sér saman í lýðræðislegu samfélagi. Og tillaga okkar styður við þessa stefnu. Skólinn okkar samfélag. Við viljum fá að hafa áhrif á okkar samfélag, þess vegna leggjum við til að bein áhrif nemenda á sitt samfélag verði aukin og þeim gefin möguleiki á því að ráðstafa hluta af fjármagni skólans. Með þessu verið að veita börnum fjölbreytt tækifæri til sköpunar og tjáningar sem einnig hluti af leiðarljósi nýrrar menntastefnu Reykjavíkurborgar. Við teljum raunhæft að hægt að hrinda þessu verkefni í framkvæmd haustið 2020. Takk kærlega fyrir okkur. Þá hafa þær lokið máli sínu Ásdís María Hrafnsdóttir og Bryndís Ýr Sigurþórsdóttir, fulltrúar í ungmennaráði Grafarvogs. Næstur tekur til máls Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn og kæru fulltrúar í Reykjavíkurráði ungmenna. Það frábært fyrir okkur hér að fá ykkur með á þennan fund og hlusta á þessar tillögur sem þið hafi verið að undirbúa og greinilega lagt mikla hugsun og vinnu í. Ég vil þakka ungmennaráði Grafarvogs kærlega fyrir þessa tillögu. Hún snertir á mjög mikilvægu máli. Því aukið nemendalýðræði afar mikilvæg hluti af þeirri framtíðarsýn sem við höfum fyrir þennan málaflokk, menntamálin í borginu, og það hárrétt sem kom fram í máli frumælenda að nemendalýðræði ríkur þáttur í þeirri valdeflingu ungs fólks sem fyrir mína parta kannski veigamesti þráðurinn og kjarnin í menntastefnunni til 2030. Nemendalýðræði tengist beint í raun og veru tveimur af þeim hæfni þáttum sem mynda grundvöll og hryggjarstykkið menntastefnunnar, það að segja félagsfærninni og sjálfseflingunni. Félagsfærni þroskast öðru fremur með þáttöku í virku og lýðræðislegu samstarfi þar sem börn fá tækifæri til þess að sýna hug sinn í verki og koma sínum skoðunum skýrt á framfæri. Þannig verða börn og ungmenni virkir þáttakendur í mótun samfélagsins okkar sem við tilheyrum öll. Ég vil líka benda á það að sjálfseflingin, þessi mikla áhersla á það að þekkja styrkleika sína og veikleika, hafa trú á eigin getu og sterka sjálfsmynd, auðvitað mikilvæg forsenda þess að hver einstaklingur geti tekið sjálfstæðar og ábyrgar ákvarðanir sem líka mikilvægur hornsteinn lýðræðisins í hverju landi. Sem betur fer þá hafa verið stigin skýr skref í þessa átt, í átt til aukins nemendalýðræðis hér í borginni á undanförnum árum, og ég vil reyndar meina að þessi tilvist Reykjavíkurráðsins sem við erum að verða vitni að hér í dag sé kannski eitt besta dæmið þetta, að nemendalýðræði og lýðræðisvinna í skólunum mikil og fer vaxandi. Ég vil rifja það upp að fyrir nokkrum árum, 2017 nánar tiltekið, þá héldum við fund eins og þennan, 28. febrúar, og þá kom ungmennaráð Breiðholts með tillögu sem ekkit óskild þeirri sem við erum að fjalla hér, og hún gekk út á það að öllum Reykjavíkurráðunum í hverjum borgarinnar yrði tryggt tiltekið fjármagn á hverju ári sem þau gætu síðan sett í verkefni að eigin vali. Þessari tillögu var vísað til skóla- og frístundaráðs og þar var henni vel tekið og hún var lögð fram til afgreiðslu og samþykkt samhljóða 11. október 2017 og vísað síðan í fjárhagsáætlunarvinnu fyrir næsta ár. Og þar voru tryggðar 3 milljónir króna til þess að hrinda þessari hugmynd í framkvæmd á árinu 2018 og hún sem sagt komin til framkvæmda frá og með síðastliðnu hausti, frá og með þessu skólaári sem núna stendur yfir. Þannig að þetta ágætt dæmi þau áhrif sem þið geti haft með ykkar tillögum. Mínar upplýsingar herma að ungmennaráðin séu einmitt á fullu þessar mundir að vinna með þetta verkefni. Ungmennaráðið í Grafarvogi hefur auglýst þetta verkefni sérstaklega, ungmennaráðin í Vesturbæ, Miðborg og Hlíðum sömuleiðis og ungmennaráð Kjalarness búið að samþykkja styrkveitingu í tiltekin verkefni.
Svo hef ég heyrt að ungmennir á Laugardalsháleitis og bústaða sé að vinna sérstætt myndband til þess að kynna þetta verkefni sem líka mjög skemmtilegt. Við höfum ekki fengið samantekt eða yfirlit yfirvinnuna en það stendur til að það komi inn á borð hjá okkur í ráðinu á þessu vori. Ég tel að þetta sé bara gott dæmi verkefni í anda þess sem við erum að fjalla hérna og þetta kannski tímanna tákn. Við erum smátt og smátt, hægt og bítandi að opna borgarkerfið meira fyrir aðkomu íbúana. Þá hefur nefnt hérna hverfiskosningarnar, hverfi mitt, það er eitt dæmi, opin fjármál borgarna þar sem allir geta fylgst með því hvernig verið að ráðstafa fjármunum borgarbúa og samhengi hlutana þar er annað dæmi og hverfisráðin hafa haft beina aðkomu að úthlutun styrkja út í hverfinu. Tillagan þessi sem við erum að tala gengur út á þetta nákvæmlega, auka nemendalýðræði sem við styðjum eindregið. En við verum líka að hafa í huga að svo útfærsla sem hér er nefnd að gefa nemendum möguleika á því að ráðstafa hluta fjármagni hvers skóla, hún kallar á nánari skoðun og mikla yfirlegu. Okkar skipulag byggir á því, og það byggir á lögum grunnskóla, að stjórnendur grunnskólana eru ábyrgir fyrir starfseminni. Þar með talið rekstri hans og þar með ráðstöfun og þeim fjármunum sem við úthlutum til skólana. Því valdi og ábyrgð getum við auðvitað ekki formlega ráðstafa til tiltekinna hópa, hvort sem að það eru nemendur, kennarar, foreldrar eða aðrir. Skólaráð þar sem að nemendur eiga fulltrúa eru hins vegar skólastjóranum til ráðgjafar og þau eiga meðal annars að fjalla rekstraráætlanir skólana samkvæmt lögum grunnskóla. Það eru hins vegar ýmsir möguleikar í stöðunni og við eigum spennandi dæmi til dæmis réttindaskóla sem að ýmsir skólar í borginni hafa orðið hluti af þetta. Þeir byggja á innleiðingu af barnasáttmálanum og þar er aðkoma á álit nemenda tryggð. Og það er til dæmis tækifærið þar til þess að fara yfir forgangsröðun í fjármálum skólana, val námsgreina á unglingastigi og margt fleira. Öllum grunnskólum borgarinnar stendur til boða að verða réttindaskólar UNICEF og það ferli er unnið í samstarfi UNICEF og skóla- og frístundasviðs. Í þeim skólum er sett á fót réttindaráð sem samanstendur á mestu leyti af börnum, auk foreldra og starfsfólki í skólans. Þessi réttindaráð leggja fram hugmyndir og tillögur að breytingum sem þau sjá síðan til þess að verði framkvæmdar. Og það er rétt að benda á það að sumar af þeim aðgerðum hafi í för með sér kostnað og því má segja að ákveðin aðkoma sé nú þegar tryggð aðkoma ungmenna því að ráðstafa hluta af þeim rekstrarfjármunum sem skólarnir hafa. Aðeins bara að lokum að því að það var nefnt tilvist ungmenna þingana í almennu tillögunni hér, tillögu 2 sem að ungmennaráð Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða lagði fram hér fyrr á fundinum að þar var talað ungmennaþingin sem eru fyrirmynd erlendis frá. Það er gaman að því að þau eru reyndar tekin til starfa í borginni eins og þið þekkið. 2 ungmennaþing voru haldin á vegum Reykjavíkurráðanna í fyrra og ég veit til þess að 1 eða jafnvel 2 eru í undirbúningi fyrir þetta ár. Þannig að tækifærin eru fjölmörg, þau eru að aukast og spretta fram til þess að auka nemendalýðræði í borginni og ég legg til að þessari tillögu verði vísað til skóla- og frístundaráðs þar sem við getum tekið hana til úrvinnslu og meðferðar og myndum þá bjóða tillöguflytjendum sérstaklega að koma og kynna tillöguna, fylgja henni úr hlaði og taka þátt í umræðum hana. Þá hefur Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi lokið máli sínu. Einn fulltrúi hefur beðið að veita andsvar og óskar fulltrúin eftir að gera það í sameiningu eða fulltrúin, já. Og er það þá Bryndís Ýr Sigurþórsdóttir fulltrúi ungmennaráði Grafarvogs sem óskar eftir að veita andsvar. Takk kærlega fyrir. Við viljum samt líka bara aftur takk fyrir ábendinguna á verkefninu sem að ungmennaráðin hafa fengið að fá fjármagn til að ráðstafa sjálf. En við viljum aftur bara að leggja áherslu á að það er ábótavant í skólaumhverfi að leggja áherslu á formlegt samráð skóla yfirvalda og nemenda. Þetta er náttúrulega í hverfunum en við viljum bara leggja sérstaklega áherslu á að þetta vantar líka í skólanum. Þar sem að þú getur talað við kennarana þína og þú lagt til einhver breytingar. En já, það hafa náttúrulega verið skólaþing í skólum en flest okkar hafa ekki upplifað mjög jákvæða reynslu af því þar sem við teljum ekki verið að taka mark á okkur á þessum skólaþingum. Við komum með hugmyndina okkar, þau taka þeim en það er ekkert fylgt þeim eftir.
En við viljum bara aftur leggja áherslu á það að okkur finnst þetta ábótavant í skólaumhverfi Reykjavíkurborgar. Takk fyrir. Þá hefur Bryndís Ýr Sigurþórsdóttir fulltrúi lokið við að veita andsvar. Það var að auki annar fulltrúi sem hafði beðið að veita andsvar og var það Ingvar Steinn Ingólfsson, fulltrúi í Ungmennaráði Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða. Hvað ætlar hann að gera það núna? Já, ég vil fá að taka undir hjá Bryndísi, mjög góða punktur og bara ég vildi fá að segja að ég held að ungmenni upplifa ofta skólaráð sé ekki til stað fyrir ungmenni eða fyrir það að svo tekið sé mark á þeim, heldur svo að þau líti út vel fyrir skólan út af við. En skólaráð eru mjög góð hugmynd, en í mínum skóla vantar til dæmis fræðslu og annað fyrir nemendur og ég sem er í nemendaráði og formenn og varaformenn sem ekki fengi neina fræðslu skólaráð. Og þú veist, það vantar fræðslu hjá skólaráðum að það er bara þeir sem eru formenn í ungmennaráði, nemendaráði hjá mér, bara þeir fá greinilega ekki nógu góða fræðslu og þeir fá ekki taka þátt með þessum fundum á skólaráði. Takk. Þá hefur Ingvar Steinn Ingólfsson, fulltrúi Ungmennaráði Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða lokið við að veita andsvar. Augnablik. Forseti vill undirstrika að þegar það er óskað eftir andsvari er gott að gera það þegar ræðan er í gangi og ekki er venjan að séu endilega svo margir sem fara í andsvar og í ljósi þess að það er nokkuð langt síðan ræðan var þá leggur forseti til að fulltrúin komi frekar í ræðu á eftir. Hefur fulltrúin áhuga á því? Það er alveg í boði að gera það og segja nákvæmlega sama fulltrúin að hugsa sér að gera í andsvari. Fulltrúin getur hugsað þetta örstgamma stund á meðan kemur Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi og heldur ræðu. Forseti, borgarstjórn og kæra Reykjavíkurráð ungmenna. Takk fyrir ykkar mikilvæg innlegg sem þið eru að koma með inn í okkar starf í dag. Þær tillögur sem þið eru að koma með hingað eru vel unnar og útfærðar. Það verður gaman að fá að fylgja þeim eftir áfram innan borgarkerfisins. Þær munu bæta samfélagið okkar. Ég er sérstaklega stolt að þeim Ásdísi Maríu og Bryndísi Ýr sem kom úr hverfinu mínu Grái. Þær leggja fyrir fram mikilvæga tillögu í dag. Skólinn er ykkar vinnuumhverfi og það er mikilvægt að allir hafi rödd og geti tekið ákvarðanir þegar kemur að sín vinnuumhverfi. Öll viljum við að börn vaxi dafni og unni sér saman í lýðræðislegu samfélagi. Ég styð það að þið fáið frekari rödd þegar kemur að því að móta ykkar umhverfi. Ég sit í skóla- og frístundaráði og þar verður gaman að fá að sjá okkur aftur til þess að fylgja þessari tillögu eftir. Þið eru ekki bara leiðtogar framtíðarinnar, heldur eru þið líka marka spor í samtíman með því að hafa skoðanir og fá okkur til þess að hlusta. Það er að takast hjá ykkur. Þið eruð að breyta samfélaginu. Ég er gríðarlega stolt af ykkur og framtíðin er björt. Þá hefur Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Óskar fulltrúin eftir að koma upp í ræðu? Það er sjálfsagt mál að gera það. Já, flott er. Embla Nótt Pétursdóttir, fulltrúi Reykjavíkurráðs ungmenna, tekur til máls. Ég vildi
taka sérstaklega undir tillöguna og bara segja að það held ég séu fáir sem að hafa ekki lent í því að það sé ekki hlustað á þessir vilja eyða fjármagni skólans í, hvort sem að það séu iPadar yfir gervigrasvöll eða keyptir ný borð og stólar án þess að tala við nemendur. Og ég held líka taka undir það sem Yngvar sagði með skólaráðin, að við vitum nú mjög lítið hvað að gerast í skólaráðinum fyrir utan þess að fáu nemendur sem að fá að taka þátt. Og já, bara takk fyrir mig. Þá hefur Embla Nótt Pétursdóttir, fulltrúi Reykjavíkurráðs ungmennaráða, lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri beðið orðið undir þessum lið. Já, var það andsvar við þessari ræðu eða, já, Tinna Kjartansdóttir, fulltrúi, óskar eftir því að veita andsvar. Já, ég vil taka undir tillöguna og það sem Bryndís sagði og segja að fjármagn til frístundaverkefna kemur ekki í staðinn fyrir fjármagni sem skólar eyða í tilgangslausar breytingar og umhverfi skólalóða. Skólastjórnendur fá peninga fyrir ýmislegt en eyða þeim sjaldan í það sem ungmenni biðja Til dæmis voru byggðir kofar á minni skólalóð en beiðni nemenda túrvörur á klósettum skólans hefur ekki verið hlustað á. Og mörg önnur dæmi hafa komið fram í öðrum skólum Reykjavíkurborgar og ég vil bara segja að skólaráðið snýr ekki endilega að þessum málum og réttindaráðið ekki heldur. Mikilvæg ráð en það samt ábótavant alls konar hluti sem ungmenni varðar í skólum Reykjavíkurborgar. Takk. Þá hefur Tinna Kjartansdóttir, fulltrúi, lokið við að veita andsvar og Skúli Helgason, borgarfulltrúi, óskar eftir að svara andsvari. Nei, veita andsvar, fyrirgeðu. Nei, það var, já. Nei, það gengur ekki út af fundarsköpunum, þannig að hann fékk andsvar, Skúli Helgason. Forseti. Takk fyrir ágæta borgarstjórn og Reykjavíkurráð ungmenna. Ég vildi bara örstutt koma upp í lokin og þakka fyrir þessa umræðu. Margar góðar ábendingar varðandi sérstaklega skólaráðin sem eru auðvitað hluti af löggjöfinni sem við þurfum öll að vinna eftir. Ég held að það sé bara hollt að við gefum svolítið góðan tíma þegar við fáum tillögun inn í skóla- og frístundaráð og fjöllum hlutverk skólaráðana og þeir geti þá komið með þessar ábendingar og sjónarmið í því ráði. Það sem gott við þann vettvang líka að þar eru við með fulltrúa frá skólastjórum, við erum með fulltrúa frá kennurum, fulltrúa nemenda og foreldra, fyrir utan þá sem eru kjörni fulltrúar í ráðinu og starfsmenn sviðsins. Og alveg rétt að það hefur alveg komið upp svo umræða fyrir á tíð hvort að einmitt upplýsingagjöf og fræðsla skólaráðin og hlutverk þeirra sé nægilega mikil. Við höfum áður heyrt þau sjónarmið að það vanti upp á. En það líka talsverð leiðsögn og haldi því og styrkleiki fyrir ykkur að fara í gegnum að í grunnskólalögunum eru sérstök hlutverk skólaráðanna vel tíunduð og mikilvægt að skólanum sé haldið vel við efni í því að fjalla til dæmis rekstraráætlanir og alla meiri háttar breytingar sem eru fyrirhugaðar á starfi skólana. Þannig að þau eiga samkvæmt lögum að fjalla reksturinn, þar með talið í hvað verið að verja peningunum og það ykkar réttur að fylgja því eftir að það sé gert. En þetta ræðum við betur í ráðinu, hlakka til þess. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar. Næsta mælendaskrá það Bára Katrín Jóhannsdóttir, fulltrúi. Ég vil nú ekki segja mikið, en ég vil einfaldlega bara styðja þessa hugmynd því að ég bara þekki það í mínum skóla. Ég hef ekki hugmyndum hvað verið að eyða þessum peningi, ég veit ekkert, það ekki einu sinni skólaráð, það nemendaráð og þau plana böll, þau ger ekki annað. Ég eiginlega bara að styðja hugmyndina, eða tillöguna. Þá hefur Bára
Katrín Jóhannsdóttir fulltrúi lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri beðið orðið undir þessum lið og telst umræðu þá lokið og verður gengið til atkvæðagreiðslu þessa tillögu. Það að segja þá málsmeðferðartillögu sem borist hefur að vísa tillögunni til skóla og frístundaráðs Reykjavíkur til meðferðar. Eru allir fulltrúar í salnum? Svo virðist vera og verður það gengið til atkvæðagreiðslu. Þau ykkar sem samþykk eru þessari málsmeðferðartillögu sýni þess merki. Og það samþykkt einum rómi af öllum greiddum atkvæðum. Bestu þakkir fyrir það. Þá verður gengið til næsta liðar á dagskrá. Það tillaga fulltrúa í ungmennaráði Breiðholts táknmálskennslu í grunnskólum. Og það Bára Katrín Jóhannsdóttir, Aldís Lóa Benediktsdóttir, fulltrúi ungmennaráði Breiðholts sem hefur leikinn. Borgarstjóri, forseti borgarstjórnar, Reykjavíkurráðsmeðlimir, borgarfulltrúar og aðrir gestir. Borgarstjórn, skilduðu hvað ég var að segja? Ég veit ekkert það en leyfi mér að efast. Samt var ég bara að segja, góðan dag, ég heiti Aldís Lóa. Málið bara að flestir hafa aldrei fengið neina kennslu í íslensku táknmáli og þegar ég grenslaðist fyrir málið í Reykjavíkurráðinu sem samansett af nemendum á grunnskólaaldri úr öllum hlutum borgarinnar kom í ljós að ekkert þeirra hefur fengið slíka kennslu. En ég komst þó að því að íslenskt táknmál kennt í Hlíðaskóla. Áður en ég held áfram vil ég taka fram að þegar ég tala táknmál í þessari ræðu á ég að sjálfsögðu við íslenskt táknmál. Af hverju þurfa allir að læra táknmál gæti einhver spurt sig? Þetta mjög inklúsíft samfélag og ef allir myndu læra íslenskt táknmál þá myndi það spurna gegn því að þessi hluti samfélagsins þá þeir sem stóla á íslenskt táknmál einangrist. Við erum alls ekki að tala mikið, bara grunnkynningu sem gæti þá mögulega vakið áhuga á áframhaldandi námi. Það hægt að kenna þetta í lífsleiknitímum og grunnskólar gætu jafnvel boðið upp á íslenskt táknmál í vali í framhaldinu. Við erum ekki sérfræðingar í útfærslunni en efumst ekki að Reykjavíkurborg í samstarfi við samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra eða félag heyrnarlausra geti fundið góða lausn. Borgarstjórn í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna kemur fram að barn á rétt á því að láta skoðanir sínar í ljós. Hvernig á heyrnarlaust barn að láta skoðanir sínar í ljós ef lítill sem engin skilningur fyrir því sem verið að segja? Hvernig á heyrnarlaus aðili að vera í almennilegum samskiptum við heyrandi fólk? Móðir mín heyrnarlaus og mér þykir það sorglegt að henni sé sín tillitsleysi daglega og að hún upplifir sig einangra frá samfélaginu sem og aðrir heyrnarlausu Íslendingar. Á þessi minnihlutahópur ekki skilið sömu tækifæri við. 300 Íslendingar líta á íslenskt táknmál sem sitt fyrsta mál. Hlutfallslega fáir tala íslenskt táknmál og þar af leiðandi upplifir þessi hópur ákveðna félagslega einangrun. Í lögum íslenskt táknmál kemur fram að sveitarfélög beri ábyrgð á því að stuðla táknmálsnotkun og skilningi þess. Ungmennaráð Breiðholts leggur til að Reykjavíkurborg bregðist við með því að sjá öllum nemendum í grunnskólum Reykjavíkur fyrir grunnfræðslu í táknmáli og þannig stuðla að samfélagi sem opið öllum. Þá hefur Aldís Lóa Benediktsdóttir fulltrúi lokið máli sínu og ætlar þá Bára Katrín Jóhannsdóttir að veita henni andsvar. Ég ætla að styðja þessa tillögu. Ágæti vinur minn úr sama árgangi þurfti fyrir nokkrum árum að skipta skóla vegna þess að móðir hans heyrnarlaus en hann kunni því miður ekki nógu mikið af táknmáli til þess að geta tala almennilega við hana þannig að hann þurfti að skipta skóla og hann býr ennþá upp í Grafarholti en hann þarf þá hverjum degi að fara niður í Hlíðar til að fara í Hlíðaskóla til að fá aukna kennslu í táknmáli sem mér finnst hreinlega sorglegt því að mér finnst að hann ætti ekki að þurfa að skipta skóla til að geta talað betur móður sína. Þannig að já. Þá hefur Bára Katrín Jóhannsdóttir fulltrúi lokið við að veita andsvar og næstur á mælendaskrá Þór Elís Pálsson borgarfulltrúi.
borgarstjóri, forseti, borgarfulltrúar og aðrir fundargestir. Aftur fæ ég að standa henni upp og get ekki annað að vera rosalega glaður. Nú er ég mjög glaður. Því að auðvitað erum við hjá Flokki fólksins, við stöndum fyrir vörðum öryrkja og fatlaða og og ég hef nú svona vissar reynslu af því að vera í námi þar sem kennari minn var heyrnarlaus og það var Bragi Ágústsson, listmálari og myndlistarmaður sem kenndi mig myndlist í myndlist- og handíðaskólanum á sínum tíma. Við vorum mjög góðir vinir og tölum mikið saman, bara með varalestri. Gastu skilja mig hvað ég er að segja núna? Nei, það var nákvæmlega það sem ég var að segja. Þannig tölum við Bragi saman, en hann gat auðvitað ekki talað. Og ég held að þetta sé mjög nauðsynlegt að við lærum táknmál. Þannig að við getum átt í samskiptum við heyrnarlaust fólk. Og í myndlist- og handíðaskólanum á sínum tíma þegar ég var þarna, þá voru fleiri heyrnarlausir sem að maður átti í samskiptum við, en það var bara með varalestri því að við kunnum ekki neitt annað. Og mér langar að bæta enn við, akkurat í þeim skóla líka, þá fengum við alltaf gestakennara erlendis frá og eitt skinn kom til okkar Róbert Fíljö, franskur listamaður sem nú er látin, en hans framlag til heimsfriðarins var að allir lærðu International Sign Language og ef allir getur tala táknmál saman, því að þá var ekkit vandamál með framburð eða eitthvað slíkt, að þá væri bara heimsbyggðin í allt öðru ástandi. Þannig ég styð þessa tillögu og legg til að hún væri send til skóla- og frístundaráðs. Takk fyrir. Þá hefur Þór Elís Pálsson borgarfulltrúi lokið máli sínu. 2 fulltrúar Reykjavíkurráðs hafa beðið að veita andsvar. Fyrst er það Embla Nótt Pétursdóttir fulltrúi. Borgarstjóri, forseti, Reykjavíkurráðs meðlimir og aðrir gestir. Mér langar bara að taka vel undir bæði tillöguna og bara öllu því sem hefur verið sagt þessa tillögu núna. Og ég er bara mjög sammála og ég veit að ef mér væri boðið upp á þetta í grunnskóla myndi ég stökkva á tækifærið að fá að læra nýtt tungumál. Og þú veist, okkur er kennt dönsku og ekki notum við hana fyrir en seinna í lífinu. Þannig að af hverju ekki táknmál líka? Og já, bara það sem ég ætla að segja. Takk fyrir mig. Þá hefur Embla Nótt Pétursdóttir fulltrúi lokið við að veita andsvar. Veitir þá andsvar Aldís Lóa Benediktsdóttir fulltrúi. Já, ég vildi bara taka fram að það er að sjálfsögðu sumir sem geta lesið á varir, en það er bara alls ekki allir því miður. Þannig að, já, takk. Það hefur Aldís Lóa Benediktsdóttir fulltrúi lokið við að veita andsvar. Óskaði fulltrúin eftir andsvari á meðan ræður stóð. Já, forseta yfirsást á biðst velvirðingar á því og ætlar að veita fulltrúanum leyfi til að veita andsvar núna. Bryndís Ýr Sigurþórsdóttir fulltrúi. Forseti borgarstjórn og Reykjavíkurráðs meðlimir. Ég vil bara gera það sem fleiri hafi gert undan mér og ég vil taka undir og styðja þessa tillögu. Ég finnst þetta gríðarlega mikilvægt bara í íslensku samfélagi að hægt sé að tala saman og ekki sé einn minnihlutahópur sem er félagslega einangraður. Og ég vil bara líka taka fram að ég hef lengi viljað læra íslenskt táknmál en mér hef ekki boðist þetta tækifæri nema ég þurfti að borga fyrir sérstakt námskeið og mér finnst þetta bara í raun að vera boðið upp á í grunnskólum þar sem að ég tel að það sé fleiri en bara ég sem að vilja læra þetta táknmál. Þetta er alveg eins og þetta undan mér, eins og læra dönsku, af hverju ættum við ekki læra íslenskt táknmál. Takk fyrir. Þá hefur Bryndís Ýr Sigurþórsdóttir fulltrúi Reykjavíkurráðs lokið við að veita andsvar.
Næstur á mælendaskrá það Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Forseti Reykjavíkur ungmenna og ágæta borgarstjórn. Ég vil þakka fyrir þessa tillögu og tek heilshugar undir þá hugsun sem þar kemur fram að það svo mikilvægt að við stígum skref til þess að rjúfa félagslega einangru þeirra sem að treysta á táknmál sem sitt fyrsta tungumál. Eins og komið fram í umræðinu þá hefur einn grunnskóli í borginni, Hlíðaskóli, sérstaklega sérhæft sig í málefnum þeirra barna sem nota táknmál sem fyrsta mál. Þar starfrækt svokallað táknmálssvið og þar eru á þessu skólaári 17 nemendur sem að hafa íslenskt táknmál sem fyrsta mál. Samkvæmt upplýsingum frá skóla- og frístundasviði ekki vitað aðra nemendur í grunnskólum borgarinnar sem að nota táknmál sem fyrsta mál, en það markmið Hlíðaskóla að vinna að því að skólinn verði tvítungdur þar sem íslenskt talmál og íslenskt táknmál eru jafn rétthá. Aðeins nánar starfsemina sem að þarna fer fram, því þar eru svona kannski einhver fordæmi eða fyrirmyndir sem að hægt að líta til. Allir nemendur á yngsta og miðstigi Hlíðaskóla fá táknmálskennslu, eina kennslustund í hverri viku. Táknmálskennsla valgrein á unglingastiginu. Starfsfólk Hlíðaskóla fær námskeið í táknmáli reglulega sem hluta af endurmenntun. Í skólanum eru 7 heyrnarlausir starfsmenn, 4 kennarar, 2 stuðningsfulltrúar og 1 þroskaþjálfi. Og það táknmálstalandi starfsmaður sem til staðar í frímínútum. Táknmálstúlkar starfa í skólanum og túlka bæði fyrir nemendur og starfsfólk og túlkun til dæmis alltaf í list- og verkreinum. Í öllum rýmum skólan þar sem nemendur stunda nám hljóðkerfi sem allir kennarar nota í kennslu, en það forsenda þess að nemendur á táknmálssviðinu geti nýtt sér almenna kennslu í skólanum. Í aðalnámskrá grunnskóla fjallað táknmál og táknmálsnemendur, en þar ekki sérstaklega kveðið á að kenna í öllum nemendum táknmál. Það væri auðvitað mjög stór og viðamikil aðgerð að fara út í það að taka upp táknmálskennslu í öllum 36 grunnskólum borgarinnar fyrir þá 16.000 nemendur sem að þar starfa. Og það má benda á það og hefur verið gert af þeim sem til þekkja að þekking á táknmáli ekki fyrir hendi hjá kennurum almennt. Hins vegar finnst mér sú nálgun sem kom fram hjá frummælanda tillögunar frá ungmennaráði Breiðholts mjög góð að það hægt að vel hugsa sér að menn stígi raunhæft og einfalt skref í byrjun sem að taka upp grunnfræðslu, til dæmis sem hluta af lífsleikni, og ég held að það sé nálgun sem að við getum haft í huga þegar við förum yfir tillöguna í skóla- og frístundaráði. Og það þarf auðvitað að fara vel yfir svona tillög, hvaða skref eru raunhæft til þess að koma til móts við þá góðu hugsun sem að það og því styðji þá málsmeðferðar tillögu sem hér kom fram áðan, að henni verði vísað til skóla- og frístundaráðs til frekari meðferðar og úrvinnslu, og að þá fáum við tækifæri til þess að eiga gott samtal við tillöguflytjanda tillöguna, hugmyndina hennar baki og hvaða mögulegu valkostir koma til greina við útfærslu á henni. Þá hefur Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri fulltrúar beðið orðið undir þessum lið og telst umræðið þá lokið. Verður það gengið til atkvæðagreiðslu þetta mál. Borist hefur ein málsmeðferðartillaga sem að vísa málinu til skóla- og frístundaráðs Reykjavíkurborgar til meðferðar. Allir fulltrúar virðast vera í salnum og því getum við gengið til atkvæðagreiðslu. Þau ykkar sem samþykk eru sýnið þess merki. Og þetta samþykkt samhljóða og einróma af öllum greiddum atkvæðum. Bestu þakkir fyrir það. Þá verður gengið til næsta máls á dagskrá. Þetta enn fremur síðasta mál á dagskrá í dag. Og það tillaga fulltrúa í ungmennaráði Árbæjar og Holta flokkun sorps á öllum starfsstöðum Reykjavíkurborgar. Það Bára Katrín Jóhannsdóttir, fulltrúi í ungmennaráði Árbæjar og Holta, sem að ber tillöguna hér. Borgarstjóri, virðulegur forseti, Reykjavíkurráðsmeðlimir, borgarfulltrúar og aðrir fundagestir. Lagt til að borgarstjórn samþykki að setja flokkunartunnur á alla vinnustæði Reykjavíkurborgar fyrir árslok 2019 og taka upp skyldu að flokka sorp. Jafnframt lagt til að fela umhverfis- og skipulagssviði að standa fyrir aukinni fræðslu umhverfismál fyrir árslok 2020. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru 17. Hvert og eitt okkar ætti að vera virkur þáttakandi í því að vera einu skrefi nær markmiðunum.
Erum við að gera okkar allra besta? Erum við að leggja nógu hart að okkur til þess að stuðla að sjálfbærum heim? Þessum spurningum spurðum við okkar að í Ungmennaráði Árbæjar og Holta. Og svarið er einfalt, nei, við erum ekki að gera nóg, við erum ekki að leggja okkur 100% fram. Við gætum verið að gera svo miklu meira og eitt af því litla sem við gætum verið að gera er að flokka. Með tillögu okkar frá Ungmennaráði Árbæjar og Holta leggjum við til að allir vinnustæðir innan Reykjavíkurborgar verði skyldugir til að flokka og verði komnir með flokkunartunnur eða poka fyrir lok 2019. Einnig óskum við þess að allt starfsfólk og allir starfsmenn innan Reykjavíkurborgar fái fræðslu umhverfismál og hve mikilvægt það er að flokka fyrir lok 2020. Í hugmyndavinnu ráðsins komu upp hugmyndir hvernig skildi fara að sjá til þess að allir færu eftir þessum reglum. Var þó rætt að 1 til 2 á hverjum starfsvettvangi væru ábyrgðaraðilar þess og sæi þá til þess að þessum reglum séu fylgt. Þar sem Reykjavíkurborg meðal stærstu vinnustaða landsins fylgir því gríðarlega ábyrgð. Við erum fyrirmynd fyrir önnur sveitarfélög og það er okkar skylda að vera góðar fyrirmyndir í að leita lausna í málefnum sem snúa fólkinu okkar, afkomendum og alls mannkyns. Í október 2016 samþykkti borgarráð að allir vinnustæðir borgarinnar yrðu aðilar að aðgerðinni Grænu skrefunum fyrir lok 2016. Í mars 2019, rúmum 2 árum síðar, aðeins 1 skóli af 5 í Árbæ og Holtum, hluti af Grænu skrefunum. Okkur finnst þetta skýr merki að ekki hafi verið lögð nógu mikil áhersla á þennan mikilvæga málaflokk. Ef þessi tillaga er ekki samþykkt og framkvæmd þá halda til dæmis dýr að verða áfram fyrir skaðlegum áhrifum rusls. Til dæmis málmdósin sem festist á goggált nokkurar. Þjóðinni brá, samfélagsmiðlar hreinlega loguðu. Við viljum alls ekki að eitthvað af þessum toga gerist aftur. Umhverfismál snerta okkur ungmenni meira en alla aðra því að við og afkomendur okkar þurfum að lifa með afleiðingunum. Okkar framtíð er í ykkar höndum. Flokkum núna. Flokkum strax. Flokkum þar til það er ekkert drasl. Takk fyrir. Þá hefur Bára Katrín Jóhannsdóttir fulltrúi lokið máli sínu og það er einn fulltrúi sem hefur óskað eftir að veita andsvar og er það Ásdís María Hrafnsdóttir fulltrúi. Það sem vakti áhuga minn á umhverfismálum nútímans var þegar mér var gefin fræðsla í unglingavinnu Reykjavíkurborgar í sumar. Þegar ung kona kom til okkar með fræðslu og ekki sem bara spjall mikilvægi þess bara að flokka. Og ég hef reynt mér besta til að dreifa boðskapnum umhverfismál og hversu mikil áhrif flokkun getur haft á þau mál sem okkur varðar. Ég vil benda á að það þarf ekki að vera fullkomin flokkun til að hafa áhrif. Milljón mann sem flokka ófullkomlega getur haft gríðarleg áhrif. Og bara hugsa hvað ef ég set þetta rusl í flokkun en ekki þarna, þú veist, á annan stað eins og almennt sorp er mesta kjaftaði sem ég veit ásakið, en þar sem gæti verið flokkun fyrir hvert einasta rusl sem kemur frá okkur. Takk fyrir. Þá hefur Ásdís María Hrafnsdóttir fulltrúi lokið við að veita andsvar. Næstur á mælendaskrá er Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, forseti, borgarstjórn og ágæta ungmennaráð. Þakka þessa tillögu og hún er svo sannarlega mikilvæg og ég tala nú ekki þessi heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem var getið í greinargerð og ég held að mér sé ótt að segja að ekki bara Reykjavík heldur öll sveitarfélög á Íslandi taki þessum heimsmarkmiðum mjög alvarlega eins og ríkisstjórnin en svo getum við pælt í því hvað eru bestu leiðirnar til þess að ná markmiðunum.
Og mér langaði að nefna það að tala svona almennt sorp og flokkun og úrgang og það allt saman, að það ekkert óskaplega langt síðan að svona var byrjað að flokka sorp við heimili og líka í fyrirtækjum í borginni. Á mínu heimili við höfum flokkað sorp í mjög mörg ár, örugglega 20 ár, en það vill þannig til hjá okkur að því að tala ungmennaráðið að við sem erum þarna eldra á heimilinu, það séu foreldrarnir, að við erum mjög dugleg í að flokka sorpið en ungmennin sem eru 20 og þau eru mjög löt við það. Þannig að kannski líka eitthvað sem að svona lærist með aldrinum, en þess vegna það frábært að heyra þessa tillögu hér að það líka mikil áhersla á þetta. Nú, það þannig í Reykjavík að það svona flokk eða sorphirði ekki alveg eins allstaðar og ég ætla ekki að halda ég fram hún sé langbest í Reykjavík, en hún allavega hefur marga góða kosti og aðalkosturinn sá að mínu mati að hún felur í sér ákveðin hvata til að minnka sorpframleiðslu. Það að segja, eins og við gerum hjá okkur, að við erum með svokallaða spartinu sem held í 120 lítra og þá kostar hún meir en helmingi minna en ef þú ert með almenna gráatinu. Þannig að við spurum okkur hellingspening með því að vera duglega að sorpa, með því að vera duglega að flokka allt plast og þessar brjálæðislegu umbúðir, pappír og gler og allt svoleiðis. Og það vill svo til að við búum ekki ýkja langt frá splunkunýrri djúpgámastöð við Freyjugötu og þangað röltum við með pappír, plast og gler og gengur bara ansi vel. Þannig að við erum bara með eina litla spartunni við okkar heimil. Og ég að lýsa þessu til að nefna það að það skiptir svolítið miklu máli hvernig líka staðið að sorphirðunni, þar að segja hvetur hún heimilið eða fyrirtækið til að kaupa bara ekki alltaf stærri og stærri sorptunnur, heldur að hafa þeir tiltölulega lítið og flokka þá allt sorp áður það endar í hinni hræðilegu almennu tunnum sem fer beint á örðunarstaðinn. Og það þannig sem betur fer að þetta almenna gráa sorp að hlutfall þessu minnkað mjög mikið frá heimilum í Reykjavík miðað við þá pappír og plast og það hefur aftur aukist eftir að íbúunum var gefinn kostur á því að flokka það sér. Þannig að þetta nú allavega allt í rétta átt. Það þannig líka hér í borginni að sorpa sem samlag hér í eigu sveitarfélagana hirðir sorpið frá heimilónum eða úrganginn frá heimilónum, en það hins vegar einkafyrirtæki á þessu markaði sem að hirða úrgang frá rekstraraðilum og þar með opinberum stofnunum. En almennt séð þá tek ég bara undir þetta góð tillaga og það var nefnt hér grænu skrefin og þau voru metnaðarfull, þau voru fyrst sett á laggirnar 2011 og þau fela mitt í sér alls kyns leiðir, markmið og aðferðir til þess að gera borgin á öllum sviðum græna borg. Ég ætla ekki að lesa allt upp, þetta eru 9 megin markmið til að gera starfsemi Reykjavíkurborgar umhverfisvænni, draga úr kostnaði í rekstri borgarinnar, innleiða áherslur umhverfismálu sem þegar hafa verið samþykktar og þetta áttu allar stofnanir, allar stöðvar borgarinnar að vera búin að taka upp á sína arma í lok árs 2016 ef ég kannast þessu rétt. Þannig að ég ekki alveg nógu hress að heyra það að það séu þá ennþá slatti á skólum sem ekki búin að taka þessa þætti grænna skrefa í sína starfsemi. Og ég held að það sé alveg full ástæða til þess fyrir okkur í skipulags- og samgönguráð og kannski sérstaklega í umhverfis- og heilbrigðisráði að taka þessi grænu skref að því að þau eru rauninni eða voru með metnaðarfull árið 2011 verði held ennþá. Þau þarf kannski að taka þau til endurskoðunar og líka vera með meiri eftirfylgd af því að það ekki nóg að koma fram með flotta stefnu og kalla það grænu skrefin ef því ekki síðan fylgt eftir. Þannig ég þakka þessu ábendingu og mín tillaga þá svo að þessu verði vísað til umhverfis- og heilbrigðissviðs. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. 2 fulltrúar hafa beðið að veita andsvar. Fyrst það Bára Katrín Jóhannsdóttir, fulltrúi.
Ég vil byrja á því að þakka fyrir þetta andsvar, þetta var mjög gott andsvar, en ég vildi í rauninni minnast á af hverju við völdum þessa tillögu sem þú sagði svo vel gert, en hérna við eiginlega völdum þessa tillögu af því að skólinn okkar ekki að flokka og á einu ári erum við svona 4 sinnum búin að biðja skólastjórinn okkar að koma með flokkunartunnur og allt sem við getum til að flokka því að við viljum flokka. Á síðasta ári skrifaði ég bréf og ég fekk allan skólan til að, ekki allan skólan, allan bekkinn til að skrifa undir, en samt var ekki gert neitt. Og síðan þá eru svona 3 nemendur búin að lappa upp að henni og spyrja getum við fengið flokkunartunnur og ekkert hefur verið gert. Þess vegna langaði okkur að koma með hana hingað. Þakka ykkur fyrir. Bára Katrín Jónsdóttir fulltrúi hefur lokið við að veita andsvar. Næst til að veita andsvar Bryndís Ýr Sigurþórsdóttir fulltrúi. Eins og var nefnt hérna áðan, þá grænfánaskólar sem að hafa tekið sín fyrstu grænu skref. Eins og skólinn minn grænfánaskóli, en við flokkum ekki neitt. Það ætti að vera svo miklu betri, það þyrfti að auka svona ítrykkun á því hvort skólinn sé í rauninu að veru að flokka. Því að við hefum fengið þessa viðurkenningu lengi, mörg ár, en hefum ekki verið að flokka. Og mér finnst þetta vantar betri ítrykkun á því. En svo einnig nefna Ungmennaráð Grafarvogs. Við erum búin að taka það fyrir að við erum plastlaus og mér finnst að öll ungmennaráð ætti að taka það til sín því það ekki það flókið. Einnig var ég ástís, við hefum mikinn metnað í þessu og við viljum bara taka líka fram að það vantar plasttunnur í fjölbýlishús og aðgengi að þeim og já, bara takk fyrir mig. Og já, einnig vill ég það vantar aukna fræðslu heimsmarkmiðin. Það kom upp plakkat í skólan okkar og þetta út í horni á göngunum sem enginn sér, ekki neitt. Og það hefur aldrei verið tekið upp talað þetta og það vantar aukna fræðslu heimsmarkmiðin í skólum Reykjavíkurborgar. Takk fyrir. Þá hefur Bryndís Ýr Sigurþórsdóttir fulltrúi lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Já, forseti og ágæta ungmennaráð, ég bara aftur lýsi því yfir að frábært að heyra þennan metnað og ég skil ykkur rosalega vel þetta fyrir taugarnar á okkur. Af því að síðan við okkar heimilið byrjuðum að flokka, þá fer það ógeðslega í taugarnar á manni þegar fólk flokkar ekki. Maður verður einhvern veginn svolítið nörd, sko, en það ágætis nördaskapur og að gera að efla hann. Ég ætla bara að segja svona almennt í samtíð sorphyrðu, það auðvitað þannig og ég vissum að frumælandi meinta ekki þannig og auðvitað býðst fjölbýlishúsum alls konar lausnir. Þeir geta fengið ekstra stórar plasttunnur og gáma og alls svoleiðis, þannig að það er þjónusta sem að fjölbýlishúsum býðst og en að gera að fyrir ykkur nemendur í skólunum að halda skólastjórnundunum við efnið. Og ég dálítið hissa því að það skuli ekki hafa orðið af því ennþá að flokkunarkerfi hafi verið tekið upp og það þurfi þá að fara alla leið til umhverfis- og skipulagssviðs eða réttara sagt umhverfis- og heilbrigðissviðs til þess að vera veruleika. En ef svo er þá bara kemur skipan ofan. Þá hefur Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari. Næsta mælendaskrá Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, borgarstjórn og Reykjavíkurráð ungmenna og áheyrendur. Já, þetta gríðarlega mikilvægt verkefni og við þurfum að bregðast hratt við til þess að bæta loftgæði og meðhöndlun úrgangs og þegar við hvetjum fólk til þess að flokka þá einmitt gríðarlega mikilvægt að það sé þá hægt að flokka og tunnur sé þá aðgengilegar og sýnilegar
og það sé mitt þá fylgst með því hvort það sé vera að flokka, því að eins og hefur komið fram í umræðum að þá kannski mætti vera meiri eftirfylgd með alls konar málefnum sem að falla undir þennan flokk. Ég vil þakka fyrir þessa tillögu og meðfylgjandi greinagerð, hún er mjög vel unnin og fjallar einmitt mjög mikilvægt málefni sem við verðum að bregðast við og við þurfum róttækar aðferðir til að passa upp á jörðin okkar. Og þessi staður, borgarstjórn, er einmitt mikilvæg vettvangur fyrir stjórnvöld til þess að setja fram aðgerðir í þessu málefnum og marka stefnu. Og það er mjög mikilvægt að flokka og ég fagna þessari tillögu. Og í tillögunni er líka fjallað mikilvægi þess að standa fyrir aukinni fræðslu umhverfismál og þannig á sama tíma og við þurfum sem einstaklingar að vera greiðlega meðvituð hvað við getum gert betur og hvernig við getum hvatt aðra til þess að bæta stöðuna, þá finnst mér líka greiðlega mikilvægt að beina sjónum að stærra samhenginu í þessu öllu saman og svona við skoðum dálítið samfélagi heild en ekki einungis hvað einstaklingur getur gert og svona ég vildi aðeins nefna bara hérna sem manneskja sem aðhyllist sósíalíska hugmyndafræði að þá finnst mér mikilvægt í þessu samhengi að benda dálítið á svona hvernig við svona lítum á að kapitalismi og svona stór fyrirtæki sem að hafa það helsta markmiði að græða hafa í gegnum tíðin að vera að menga og finnst greiðlega mikilvægt að við lítum á þetta stóra samhengi líka þegar við tölum það að auka svona umræðu og auka fræðslu umhverfismál að við séum alltaf að líta til stærri þátta og hvort að það sé eitthvað sem við þurfum líka að fjalla meira Það eru svona ýmsir þættir þar sem að mætti nefna eins og stóriðju og svona fjöldaframleiðslu, matvælaframleiðslu og hvernig dreifingu og sölu á vörum er háttað. Og þannig ég vildi bara svona aðeins nefna mikilvægi þess að við séum alltaf meðvituð stærra samhengið og leið og við hvetjum alla til þess að flokka. Að lokum þá vil ég bara þakka fyrir allar þessar tillögur og ég styð þær allar og það er mjög mikilvægt að ungt fólk á að koma sínum skoðunum að framfæri og að mínu mati mætti við gera þetta miklu oftar og þeir sem hafa reynsluna af málunum, það er einmitt einstaklingarnir sem að eiga að fá að vera við borðið þar sem að ákvarðanir eru teknar. Þannig ég vil bara þakka fyrir þennan góða fund og já, takk fyrir. Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Og þá eru ekki fleiri sem að hafa beðið orðið undir þessum lið og helst umræður lokið. Verður það gengið til atkvæðagreiðslu þá málsmeðferðartillögu sem hefur borist sem að vísa tillögunni í umhverfis- og heilbrigðisráð til frekari meðferðar. Eru allir fulltrúar í salnum, svo virðist vera, verður það gengið til atkvæðagreiðslu. Þau ykkar sem samþykk eru þessari málsmeðferðartillögu sýnið þess merki. Og er það samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Takk fyrir það. Venju samkvæmt eftir að ég tók við sem forseti borgarstjórnar í sumar, þá hef ég endað alla borgarstjórnarfundi á því að lesa ljóð og ætla ég ekki að víkja frá þeirri hefð að þessu sinni. Ég ætla að lesa ljóð eftir stúlku sem heitir Karitas M. Bjarkadóttir eða Karja og hún var í ungmennaráði Grafarvogs og satt hér í Reykjavíkurráði ungmenna árin 2016 og 2017 og því þótti mér það viðeigandi að lesa ljóð hana sem að fjallar loforð og það er auðveldlega hægt að tengja það við stjórnmál vegna þess að það eru margir sem upplifa það að stjórnmálafólk lofi jafnvel öllu fögru og standi stundum við minna en það grefur undan trausti á stjórnmálinu og geti talist ákveðið lýðræðislegt vandamál. En mér finnst mikilvægt að það komi fram að það er ekki alltaf traustin lausnin að trausta í blindni heldur að gera eins og þið eru að gera hér í dag, láta í sér heyra það hvað ykkur finnst mikilvægt og hver ykkar forgangsröðun þegar við þurfum að forgangsráða í mikilvægum verkefnum. Vegna þess að lýðræði snýst ekki bara það að kjósa 4 ára fresti fyrir þá sem hafa kosningarétt, heldur líka að taka þátt í lýðræðinu með þeim hætti sem að þið eru að gera hér í dag. Ég vil þakka ykkur fyrir það og hér nú ætla ég að lesa þetta ljóð sem heitir einfaldlega Loforð og það í bókinni MBKV, það með bestu kveðju og fyrirfram þökk. Þeir svíkja sjaldan sem lofa litlu og þess vegna bið ég þig ekki að lofa.
Því loforð sem gefin eru upp í ermi eru loforð sem skila ekki miklu. En loforðin þín virtust ósköp einlæg og þess vegna vildi ég trúa þeim. Því með gefnu loforði beint frá hjartanu léstu mér finnast ég góð og mikilvæg. En ekkert sem þú getur sagt mér núna mun skila sér inn og nýtast mér. Því ef það skilar sér ekki til þín að lokum, þá sé ég í alvöru ekki tilganginn með því að læra það. En öll orðin þín virtust ósköp einlæg og þess vegna vildi ég trúa þeim. Því þau komu langflest beint frá hjartanu og þess vegna fannst mér ég góð og kannski mikilvæg. Takk fyrir þennan góða fund, öll sömul. Ég slít nú fundi klukkan 17:13.